Jæja, góðir fundargestir, þá er matalhléi lokið. Hafa allir skilað sér inn í sal? Þeir sem hafa ekki skilað sér eru allavega ekki að gefa okkur merki um það, þannig að við höldum áfram. Getum við fengið hljóð í salinn? Fundarstjórum hefur borist dagskrártillaga og samkvæmt fundarsköpum bera hana upp til atkvæða, en dagskrártillögur eru þannig að umræður þær eru ekki leyfðar. Já, þetta kemur allt í ljós. Tillaga breytingu á dagskrá. Ef tími vinnst til meðan beðið talninga úrslita í fyrri hluta kosninga verði sá tími nýttur til að klára seinni hluta kosninga, það laganefnd, kjörnefnd, skoðunarmenn, reikninga. Það Fríða Bragadóttir sem leggur þessa tillögu fram. Þau ykkar sem að sammála eru henni, gjöru svo vel að gefa merki. Þau sem á móti kunna vera. Ef tími vinnst til stendur í tillögunni, þannig að ef hann vinnst ekki til þá vinnst hann ekki til. Þá erum við með heimild fyrir þessu, svo ræðist þetta eðlilega því hvernig starfsmenn og starfsmönnum fundarins og okkur öllum gengur með þetta. Þetta allavega línan sem við reynum að vinna eftir. Þá komið að kosningum og áður en þær samt geta farið fram, þá þurfum við að viðhafa hér nafnakall sem myndi ganga betur við fundi fulltrúalistann. Já, ég með minn, þetta allt í góðu. Þá byrjum við á ADHD-samtökunum. Elín H. Hinriksdóttir. Ásta Sóley Sigurðardóttir. Ellen Kalmon. Vilhjálmur Hjálmarsson. Þröstur Emilsson. Þá það Ás styrktarfélag, Karl Þorsteinsson, Þóra Þórarinsdóttir, Eyrún Jónsdóttir, Blindrafélagið, Lilja Sveinsdóttir, Halldór Sævar Guðbergsson, María Hauksdóttir. Þá það Blindra vinafélag Íslands, Gísli Helgason, CSU-samtökin, Hrönn Pettersen, Edda Svavarsdóttir, Anita Rubert, CP-félagið á Íslandi, Daniel O. Viggósson, Anna M. Emilsdóttir, Nína Sif Gilsfjörð, Einhverfusamtökin, Ásdís Guðmundsdóttir, Sigrún Birgisdóttir, Svavar Kjarval, FAAS, félag aðstandenda Alzheimersjúklinga, Svava Aradóttir, Árni Sverrisson, Brynjólfur Bjarnason, Helga Sigurjónsdóttir. Félag heyrnarlausra, Hjördís Anna Haraldsdóttir, Bernhard Guðmundsson, Félag lesblindra á Íslandi, Guðmundur Skúli. Já, fyrirgefið, hér Já. varafulltrúar. Hún ekki skráður varafulltrúi hjá okkur. Bára. Varstu með? Nei. Hér eru skráðir varafulltrúar Heiðdís Dögg Eiríksdóttir, Gunnar Snær Jónsson og Hanna Lára Ólafsdóttir. Engin þeirra viðstödd og við höfum ekki fengið neinar aðrar upplýsingar. En nafnið mitt var á listanum frammi, segir Sigríður Valur. Það var bara skrifað inn á hann, það var ekki. En hún ekki einn af þeim varafulltrúum. Já. Þá þurfum við að leita samþykkis fundarins, fyrirgefðu svo ég fái nafnið aftur á hreint.
Þá berum við það undir fundin að Sigríður Vala Jóhannsdóttir fái að sitja fundin sem fulltrúi félags heyrnarlausra. Þau sem samþykki það vilja gefa merki. Þau sem á móti kunna vera. Það samþykkt. Samhljóða sýndist mér. Þá erum við komin í félag lesblindra á Íslandi. Guðmundur Skúli Johnsen, Snævar Ívarsson, Einar Hrafn Jóhannesson, Fríða Kristín Magnúsdóttir. Kom varamaður? Ok. Félag lifrasjúkra, Helgi Vaf Sverrisson, Sigríður Ásta Vigfúsdóttir. Félag nýrnasjúkra, Hannes Þórisson, Einar Björnsson, Margrét Haraldsdóttir. Fjóla, Friðjón Erlendsson, Friðgeir Jóhannesson. Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra, Jón Gunnar Jónsson, Selma Víglundsdóttir, Geðhjálp, Hrannar Jónsson, Sveinn Hauksson, Maggi H. Hermannsdóttir, Anna G. Ólafsdóttir. Geðverndarfélag Íslands, Gunnlaug Thorlacius, Margrét Jónsdóttir, Kjartan Valgarðsson. Gigtarfélag Íslands, Dóra Ingvadóttir, Emil Thoroddsen, Sólveig H. Georgsdóttir, Hrönn Stefánsdóttir, Birna Einarsdóttir, Sunna Brá Stefánsdóttir, Heilaheill, Þórir Steingrímsson, Axel Jespersen, Magnús Pálsson. Heyrnarhjálp, Hjörtur Jónsson, Ingólfur Már Magnússon, Kolbrún Stefánsdóttir. HIVF Ísland, Ingi Hans Ágústsson, Jón Tryggvi Sveinsson. Varamaður, Einar Þór Jónsson. Hugarfar, Guðrún Harpa Heimisdóttir, Hallfríður Sigurðardóttir. Lauf, félag flogaveikra, Brynhildur Artúrsdóttir, Helga Sigurðardóttir, Fríða Bragadóttir. Málbjörg, Árni Heimir Ingimundarsson, Andri Bjarnason, Jón Pétur Sævarsson. Málefni, Áslaug Hreiðarsdóttir, ME félag Íslands, Jóna Hrafnborg Kristmannsdóttir, Guðrún Sæmundsdóttir. MG félag Íslands, Guðrún Þorgeirsdóttir, Ólöf Eysteinsdóttir. Afsakið þetta, við erum að fá þetta allt hér löglegt Mikið hjá rétt. okkur. Hér er að ræða 2 félög sem að skiluðu ekki fulltrúum innan tilskilins frests. Þetta er ekki að taka bara bæði einu? Nei, ég hef ekki bara taka þetta einu. Já. ME félagið skilaði ekki fyrir 20. ágúst en eru, eins og við erum búin að lesa hér upp, með fulltrúa og búin að skila núna. Þannig að við þurfum að bera það undir fundin að ME félagið fái að hafa þessa 2 fulltrúa hér á fundinum. Þau sem að samþykka eru því, gefi merki. Þau sem að móti kunna vera. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það MG-félagið sem tilkynnti inn 1 varamann og annan utan varamann eftir frestinn. En er ekki báðir aðalmennir þar? Er ekki bæði Guðrún Þorgeirsdóttir og Ólöf Eysteinsdóttir hér? Já, þannig að við munum þurfa að bera þetta upp. Að þessi tilkynning með varamann sem barst of seint, sem núna voru aðalfulltrúi, þau eitthvað sem samþykja eru að þær teljist fulltrúar MG félagsins, rétt upp hönd eða miða, svo fínu miða. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt. Telst samþykkt.
MND-félagið á Íslandi, Ægir Lúðvíksson, Jónína Valdís Stefánsdóttir, Guðjón Sigurðsson, MS-félag Íslands, Garðar Sverrisson, Ingveldur Jónsdóttir, Sigurbjörg Ármannsdóttir, Parkinson samtökin á Íslandi, Erna Guðmundsdóttir, Jón Þórir Leifsson, Svanhildur Ósk Garðarsdóttir, Samtök Sykursjúkra, Sigríður Jóhannsdóttir, Ómar Geir Bragason, Haraldur Þórðarsson, Þorgeir Örn Elíasson. Sem Samtök endurhæfðra mænuskaddara, Arnar Helgi Lárusson, Rúnar Björn Þorkelsson. SIBS, Auður Ólafsdóttir, Nílsína Larsen Einarsdóttir, Guðrún Bergmann Fransdóttir, Frímann Sigurnýjarsson, Sólveig Hildur Björnsdóttir, Pétur Jóð Jónasson. Sjálfsbjörg, Landssamband fatlaðra, María Óskarsdóttir, Grétur Pétur Geirsson, Bergur Þorri Benjaminsson, Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir, Spóex, Samtök Psoriasis og XM-sjúklinga, Ingvar Ágúst Ingvarsson, Erna Arngrímsdóttir, Kristín Ólafsdóttir, Jónína Ólöf Emilsdóttir. Stómasamtök Íslands, Jón Þorkelsson, Inger Rós Jónsdóttir, Sigurður Jón Ólafsson. Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, Kristín Björnsdóttir, Vilmundur Gíslason, Baldvin Bjarnason, Hörður Sigurðsson, Túrett samtökin á Íslandi, Íris Árnadóttir, Erla S. Valtýsdóttir, Arnþrúður Karlsdóttir. Þá erum við með uppfærðan lista. Það eru allir fulltrúar mættir utan tveggja sem eru veikir. Og við erum þá komið með kjörskrána eins og hún lítur út. Getum farið að snúa okkur að því að nýta þá kjörskrá í kosningar. Gjörðu svo vel. Er einhver með ljóðnema? Má kannski bjóða þær að koma upp í... Nei, hún var búin að biðja þessu. Okay. Já, heyra allir til mín. Ég heiti Erna Arngrímsdóttir og ég ætla að leggja það til að allar kosningarnar verði leynilegar svo alls hlutleysis sé gætt. Takk fyrir. Takk fyrir það. Það er nú þannig samkvæmt fundarsköpum að fari einhver fram á leynilega kosningu þá ber að verða við því. Þannig að þá skoðast það einfallega þannig að allar kosningar verði leynilegar. Þannig að talningafólkið okkar fær nóg að gera. Það hefur líka bara gott að því. Það er aldeilis ágætt. En þá er komið að því að kjósa formann Öryrkjabandalags Íslands árin 2015 til 2017. Tveir hafa lýst yfir framboði. Það eru þau Ellen Kalmon og Guðjón Sigurðsson og við ætlum að bjóða þeim Já, ef ekki fleiri framboð lýsast koma hér fram, þá ætlum við, það er hægt en það er ekki að koma, þannig að við skulum ekki eyða tími að ræða það, við skulum bara ræða það síðar. Þannig að þá ætlum við að gefa formannsframbjóðendum færi á að kynna sig. Voru við að visku okkar búin að nefna einhverja tímasetningu? Já, við höfum ákveðið að þetta yrði takmarkað við 5 mínútur. 5 mínútur á hvort frambjóðanda. Og einfaldast að eins og í öllu sem við förum hér eftir í kosningum, þá er bara farið eftir stafrófsröð.
Já, kannski í samhengi við þessa spurningu frá Frímanni að þá er það rétt, samkvæmt lögum mega koma framboð inn á fundinum en fundurinn þarf þá að samþykkja þau framboð inn. Þannig hljóða lögin. En þá eru þau tvö sem í framboði, Ellen Kalman og Guðjón Sigurðsson, og samkvæmt stafrófsröð Ellen fyrst. Ellen, gjörðu svo vel, þú hefur 5 mínútur. Gott fólk, gaman að sjá ykkur enn og aftur. Ég hef sem sagt starfað sem formaður Öryrkjabandalags Íslands nú í tæp 2 ár. Þessi tími hann hefur liðið ótrúlega hratt og hann hefur verið lærdómsríkur, skemmtilegur og krefjandi í senn. Fyrsta árið mitt það einkenndist af því að kynna mér öll þau málefni sem við erum að fást við, fjölbreytileika félagana og öllu því góða fólki sem hefur sinnt þeirri ómældu sjálfboðaliða vinnu sem liggur þar á baki. Og þið félögin að vinna svo gríðar stórt verk að ef ekki væri fyrir ykkur þá væri örugglega heilbrigðis-, velferðar- og félagslega kerfið á hliðinni á Íslandi. Nú, formaður ÖBÍ þarf auðvitað að vera vakin og sofin yfir þeim fjölda ólíkra málefna sem að aðildarfélögin fást við. Og þegar verkefnin eru svona ærin eins og þau eru hjá Öryrkjabandalaginu, við erum alltaf að fást við bara lífsspurningu, rétt til að lifa, rétt til þátttöku, rétt til þjónustu. Við erum ekki bara að spá í hvort það er að byggja Vaðlaheiðargöng eða ekki, sem ég held að sé bara skítlétt ákvörðun með öll þau verkefni sem við erum að fást við. Og verkefni eru mörg og tíminn hefur liðið alveg ótrúlega hratt, hraðar en ég oft óskaði mér. En ég sem sagt mun vinna áfram ötullega því að koma baráttumálum ÖBÍ á framfæri til að ná fram umbótum og tryggja hagsmuni félaga okkar. Ég trúi því að málefnin þau rúmist öll undir samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og ég held að sé gríðarlega mikilvægt við höldum áfram að vinna að honum, fullgildingu hans og lögfestingu og svo greinum við niður málefnin eftir málefnahópunum. Ég gríðarlega miklar væntingar til málefnahópana og ég trúi því að þá komist fleiri málefni á dagskrá og nái upp og út til almennings. Ég trúi að aðferðafræði í hagsmunabaráttu nútímans að hún snúist samræðu, samvinnu, samfélagsmiðlun og bara almennt samstarf. Þá mannréttindabaráttu og almenn vitundarvakning málefnin okkar nauðsynleg og ég lít svo á að ÖBÍ beri að eiga í reglulegu samtali við stjórnvöld, aðildarfélögin sem og önnur félög sem eru þarna út á feltinu og tengjast okkur með einum og öðrum hætti. LEB, það eru Landssamband eldri borgara og Þroskahjálp, svo eitthvað sé nefnt. Ég hef lagt mig fram þetta, ég hef lagt mig fram að hitta öll félögin, flest öll, og held áfram og myndi vilja halda áfram að hitta félögin. Ég held að sé þetta skemmtilegasta sem ég hef gert í starfinu að hitta félögin. Heyra hvað eru að fást við, geta jafnvel peppað ykkur aðeins upp og aðstoðað ef þau þurfið einhver aðstoð að halda eða þið haldið ekki eitthvað grætt á því að fá mig með ykkur í lið að skrifa bréf eða annað. Ekkert okkur án okkar túlka ég sem svo að engar stjórnvaldsákvarðanir eða aðrar ákvarðanir að hálfu hins opinbera, hvort sem að ræða ríki eða sveitarfélög, eigi að vera teknar nema höfðu samráði við okkur, aðildarfélög ÖBÍ. Að því að félögin okkar þau samanstanda af fötluðu fólki, langveiku fólki og aðstandendum þeirra. Ég vonast til þess að fá umboð, kæru félagar, frá ykkur til að starfa áfram í 2 ár og óska ykkur góðs fundarrestar. Takk fyrir. Svona. Takk fyrir þetta. Þá bjóðum við Guðjóni Sigurðssyni að koma og gera grein fyrir sjálfum sér og sínu framboði.
mikrofón. Já, það held ég. Þú fengið mikrofón hjá þessir duga svo skammt nefnilega. Það er hægt að tegja það svo stutt. Þú heldur á honum. Hann var að birtast í höndum mér eins og fyrir töfra, en það voru þá bara starfsmenn Öryrkjabandalags. Þú viltu svona frekar? Nei, þetta er örstutt. Hvar er? Halló. Komið sæl. Ég er Guðjón og formaður MND félagsins og tel mig mjög hæfan og hreint frábæran formann ÖBÍ. En eins og aðrir frambjóðendur ég kynntur með fundargögnum og ég tel að flest ykkar þekki mig. Ég lítið fyrir að tala mikið en ég geri þeim mun meira. Ég lít á ÖBÍ svona eins og stórt skip. Við höfum flott skip og okkar mið eru mannréttindi og réttindi yfir höfuð og þau erum við að fiska eftir eða þeim. Og ég vil að við skiptum skipstjóra að þessu sinni til að fá aukinn kraft, aukinn trúverðugleika í ÖBÍ starfið af því að ég túlka ekkert okkur án okkar sem ekkert okkur án okkar. Það er ekkert flókið. En ég þakka svo þeim sem munu velja mig og fullvissa hina að ég ber áfram fulla virðingu fyrir ykkur öllum. Takk fyrir. Já, þakka Guðjóni fyrir það og þá er komið að kosningunum sjálfum, en áður en að, ég er alltaf að segja að þá er komið að þeim en segi svo en áður. Það er alltaf Það er ekki alveg komið að þeim. Sem að þarf að klára. Það liggur tillaga fyrir fundurum frá Svavari Kjarval tilhögun atkvæðagreiðsla á aðalfundi ÖBÍ í 2015. Hún hljóðar svo. Ég geri að tillögu minni að í persónukjörum þessa aðalfundar skuli fjöldi atkvæða á atkvæðaseðlum eingöngu takmarkaður við fjölda frambjóðenda hverju sinni. Við fundarstjórar höfum, svo fylgir henni greinargerð, við fundarstjórar höfum átt í nokkrum vandræðum með þessa tillögu og höfum leitað ráða hjá lögfræðingum, bæði hérstöddum og fjarstöddum og sjáum ekki að þessi tillaga sé tæk til flutnings, því að hún þýðir það í raun að það er eins og til dæmis í formannskjörinu sem er að bresta núna, þá megi kjósa báða frambjóðenduna og í þeim kjörum sem eftir eru þá takmarkist fjöldi atkvæðanna eingöngu við hversu margir í framboði. Sú staða geti einfaldlega komið upp að allir fengju öll atkvæðin og það þyrfti að varpa hlutkesti til að fá niðurstöðu. Við höfum leitað álits lögfræðinga og sem segja að þessi tillaga einfaldlega gangi gegn lögum og gangi gegn eðli kosninga sem í raun og veru snúast að velja á milli. Þannig að við fundarstjórar höfum sammælst það að þessi tillaga sé ekki tæk til flutnings á þessum fundi og tilkynnum það hér með.
Þá hins vegar að koma að kosningunum. Áðan var samþykkt dagskrártillaga að fara í aðra kosningur á meðan, en nú búið að krefast leynilega kosninga í öllum kosningum, þannig að tröðulega verður hægt að nýta tíman mikið, en við reynum eins og við getum, en þá ekkert eftir annað en að útdeila atkvæðaseðlum. Hefur maður beðið um orðið? Fyrirgefðu. Frímann hefur beðið um orðið? Frímann hefur beðið um orðið fundarstjórn. Áður en við göngum til kosninga, þá hefur Frímann beðið um orðið fundarstjórn. Góðu félagar, fundarstjórar voru óskurðað þess að tillaga var ekki tæk. Það alveg ljóst, við erum hér á fundi Öryrkjabandalagsins og það kannski oft að tíðum hlutfallslega meira misritun hjá okkur heldur en gengur að gerist. Í þessari tillögu held ég að sé svo misritun og það að talað með þann fjölda sem er í frambóði, en hafi verið ætlast til að það sæði þann fjölda sem á að kjósa. Það kannski rétt að Svavar fjallum þetta, við erum búin að funda töluvert með honum í morgun og teljum okkur vita nákvæmlega hvað það sem hann vill fara yfir þetta. Þannig að ef að Svavar vill gera grein fyrir tillögunni, þá það sjálfsagt. Ég myndi biðja hann að gera það. Já, gjörðu svo vel. Svavar, viltu fá tillöguna eða? Nei, ég verð ekki fá tillöguna, Svavar Kjarval ég laði fram þessa tillögu, hún byggist á því einfalda máli að sé að ræða samþykktarkosningu. Það að segja að fólk getur valið eins marga eða fáa og það vill. Ég hugsaði þetta aðalega fyrir stjórnarkjöru eftir, í staðinn fyrir að það sé kosið að mestalagi 11 manns, en ef þú treystir til dæmis 12 manns til að sitja í stjórninni, þá getur þú kosið atkvæði með 12. Síðan myndu þetta 11 efstu veljast. Þannig að þetta var eingöngu. Takk fyrir það. Eins og við greindum frá, þá leituðum við álits lögfræðinga og niðurstaðan okkar sú í samráði við þá að þessi tillaga sé ekki tæk, sem hún gangi gegn lögunum. Eða sé það vilji Öryrkjabandalagsins að taka upp einhvers konar kosningu í þessa veru, þá þurfum við einfaldlega það að fara inn í lög félagsins. En ég byrða bara afsökunar á minni afskipti sem ég miskili grunn til við. Ekkert til að byrðast afsökunar á. Við erum hér til að uppfræða hvort annað, þannig að það bara allt í himnalagi. En þá loksins ég ekki að ljúga þegar ég segi nú komið að kosningum. Ég ætla að biðja starfsmenn að útdeila kjörseðlum. Ég ætla að biðja tölvuna að virka. Sástu músina eða? Svona ætti... Þetta ekki komið upp. Ha. Getur einhver tölvu... Þessu þarf að varpa upp á skjáinn. Tölvan virkar ekki og tala músin. Kötturinn hefur komist í hana. Mús sem virkar hér Virkar hún ekki hérna músin? Virkar músin ekki? Við fáum hann ekki, hún týndist. Það að koma hérna, einhver maður. Alveg með einhver seðil. Viljum við fá þetta upp á skjá? Já, við viljum fá þennan seðil. Við náðum ekki... Annan það er besta stund. Þið viljum fá þetta upp hér. Drögum við þetta bara svona yfir. Herðu. Það er bara eins og skjárinn sé hér. Þetta er dragsystem. Þá skulum við fullscreena þetta til að byrja með. Þú þarft ekki að draga þetta yfir fyrst. Nei. Þú getur það. Svona ætti þá kjörseðillinn að líta út. Í stafrófsröð. Þeir sem hyggjast gefa Ellen Kalmon atkvæði sitt merkja við A. Þeir sem hyggjast gefa Guðjóni Sigurðssyni atkvæði sitt merkja við B. Fyrirgefðu, ég heyri ekki. Hún að koma að mikrofón. Sæl, takk fyrir. Ég ætla bara að biðja myndatökumanni að setja svo við sengjum á skjáinn hérna. Það komið. Það komið.
Hann situr þarna skömmustulegur. Við byggjum ef einhver ykkar telja sig þurfa á aðstoð við kosningu að halda að hafa samband við starfsmenn fundarins. Við erum dálítið lens, því það eru allar kosningar Leynilegar. leynilegar. Það verður bara svo að vera. Já. Er eitthvað sem á eftir að fá kjörseðil? Allir, öll, Þá komið með kjörseðla. Flottir. Vantar kjörseðil hann aftast, eða er þið svona fljótt að kjósa? Það eru 2 forfullan að öðru leyti listinn eftir, eða ekki? Ég er að spáði hvort þeir Palli eru örugglega með fjöldan. Já, þá voru það farið. Jú, þetta þitt. Það eru allir konur með kjörseðla og er kannski ekki rétt að fara bara að safna saman kjörseðlum. Eins og ég kom inn á áðan þá eru hendur okkar heldur bundnar þar sem búið er að krefjast leynilegra kosninga í öllum kosningum. Þannig að við þurfum að fara í skriflega kosningar í embætti varaformanns, gjaldkera, fastra málefnahópa, stjórnarmanna og varamanna, 5 manna kjörnefndar, 5 manna laganemndar og 2 skoðunarmanna reikninga. Ef að það er eindregin ósk að séu leynilega kosningar þetta allt. Gísli, ertu að biðja orðið? Já, fundarstjóra, góði fundarmenn. Fólk er að Fyrirgefðu, kjósa Gísli. núna, hann að við skulum Orðið er ekki beinlínis laust á meðan kosningar fara fram. gefa orðið laust leið og fyrirgefðu, þetta er okkar fell, bara leið og atkvæði er komin út úr salnum. Það er einhverjar hendur á lofti hér, kæru starfsmenn, fólk sem á eftir að skila sér atkvæði. Er ekki annar kassi í umferð? Já, það er fólk hérna fremst sem á eftir að skila. Meira sem mjög framalega. Alveg fremst. Alveg fremst.
Er einhver sem á eftir að skila atkvæði? Það er að reyna að enginn á eftir að skila atkvæði eða hvað? Svo er ekki þá yfirgefa starfsmenn salinn með atkvæðin. Koma til talninga fólks. Í sjálfu sér, sjálfu sér getum við náttúrulega farið í næstu kosningu. En fyrirgefðu Gísli, þú varst búinn að biðja um orðið, nú er allir búin að kjósa, gjörðu svo vel. Já, fundarmenn, ég afbyði um orðið, mér var bent á að ég ætti að þegja. Takk. Og kunnum við þér miklar þakkir fyrir. Já, ef við ekki bara rúka varðum. Nei. Já, það getur við. Of course. Ég ætla aðeins að ráðfæra mig við starfsmenn, hvort það séu hægt að fara í einhverja af þeim kosningum sem tiltekna voru í dagskrártillögunni. Engin. Af hverju? Ágætu fundarmenn, við ætlum að reyna eins og við getum að verða við dagskrártillögunni sem þið samþykktu hér áðan.
og reyna að lauma inn hér kosningum. Hér er talað laganefnd, kjörnefnd og skoðunarmenn reikninga. Við erum að byrja á kosningum skoðunarmenn reikninga. Það búið að óska eftir að svo kosning verði leynileg. Skoðunarmenn reikninga. Fríða Bragadóttir hefur beðið orðið. Það er búið að samþykkja. Samþykkja. Eða það að segja að það kom fram nema sá sem veit leynilega kosningu falli frá því þess tilviki, en ég bara fór að spá eins og bæði svona nefndir og eins þarna skoðunarmenn kosninga, ef það er í framboði eru eingöngu nákvæmlega sá fjöldi. Já, við erum eftir að fara yfir þann prósess, við erum eftir að óska eftir öðrum framboðum eins og við fórum yfir áðan. Þannig að við ætlum bara að byrja hérna á skoðunarmönnum reikninga. Það eru tveir hér í framboði, Fríða Bragadóttir og Hrönn Petersen. Nú gefst fundar fólki færi á ef að fleiri vilja bjóða sig fram. Svo er ekki. Þá eru þau samþykkt. Þá er við erum að vinna okkur hérna upp. Já. Næsta mál eru þá varamenn skoðunarmanna reikninga og Jón Þorkelsson ætlar að greina okkur aðeins frá því. Hvar er Jón? Hann er hérna. Af því að við ætlum að reyna við laganefnd og kjörnefnd þessi dagskrártillaga setur dagskrána dálítið úr skorðum, Jón. Þannig að þú sem formaður kjörnefndar ættir kannski að kynna þá í leiðinni tillögu í kjörnefnd og laganefnd, en ekki annað. Ertu til í það? Þið verðið að sjá aumur á kjörnefnd núna með þetta varamannamál. Við klikkuðum, við gleymdum þessu, sorry. En við björguðum okkur fyrir horn og það eru tveir heiðusmenn búnir að gefa kost á sér. Annar er Ólafur Dýrmundsson, félagi í Stómasamtökunum. Hann hefur verið skoðunarmaður reikninga hjá Krabbameinsfélaginu og Stómasamtökunum. Það er mikið mál að skoða ársreikninga og víðar og allt á staðið sér vel. Og hinn heitir Valdimar Leó Friðriksson og er félagi í MS-félaginu. Og hann hefur þar verið mikið að skoða ársreikninga. Og ég veit ekki aðra sem hafa áhuga á þessu, þannig að ég legg eindregið til að þeir verði samþykktir. Fyrirgefðu, þetta er víst ekki alveg svona einfalt. Sittu á strákðunum. Við þurfum fyrst að bera það undir ykkur hvort að Við þurfum að leita samþykki fundar. Við þurfum að leita samþykki fundar að þessir skoðunarmenn reikninga megi vera í framboði. Ég var bara að leita samþykkis á því. Ég leita samþykki þín sem verður að fá að halda áfram að stýra fundunum. En þeir sem samþykja að þessi skoðunarmenn að megi kjósa þá hér núna, gefur merki þessum mótkunna vera. Takk fyrir. Þá getum við borið upp þessa tvo varaskoðunarmenn og það sem engin annar hefur lýst yfir áhuga því framboði. Er það lýst yfir áhuga framboði? Nú er næstu búin að ná þér hana. Þá megið þið gefa merki. Þá skoðast þeir sjálfkjörnir ef að engin annar býður sig fram. Þau eru hérna. Þetta kemur allt. Þá ber okkur að reyna þetta áfram, samkvæmt þessari dagskrártillögu. Það er laganefnd og kjörnefnd eru þar tiltekin sérstaklega. Samkvæmt dagskrá er kjörnefnd á undan. Þar eru í framboði vill formaður kjörnefnd að gera grein fyrir þessari tillögu á einhvern hátt. Nei, ég held ekki. Þetta segir sér allt sjálft, held ég. Þetta... Ertu viss með að það ekki best við? Ha, er það... Já. Kjörnefnd leggur frá lista með 5 nöfnum. Dagný Erna Lárusdóttir frá SIBS, Friðfinnur Hermannsson frá FAAS, Jón Þorkelsson, Stómasamtök Íslands, Sigurbjörg Ármannsdóttir, MS-félag Íslands
og Sigurður R. Sigurjónsson, SIBS. Síðan hafa bæst við 2 framboð sem bárust eftir 2. september. Það eru annars vegar Ásta Sóley Sigurðardóttir hjá ADHD-samtökunum og hins vegar Albert Ingason frá Spóax. Biðjum orðið Býta aðeins, ætlar að... Hinkrum eftir hljóðnema. Þröstur Emilsson heiti ég frá ADHD-samtökunum. Ég var búinn að koma því fyrir þó nokkuð löngu síðan á framfæri við kjörnefnd að Ásta Sóley dragi framboð sitt til baka. Hún er ekki í kjöri. Takk fyrir. Við erum með minnispunktana þar sem þetta stendur. Ekki, sem sagt. Akkurat. Við erum að lesa upp úr minnispunktunum þar sem hún er. En nóg það, við ræðum það þegar það er ekki fullur salur af fólki að hlusta á okkur. Getum við fengið allavega staðfestingu á því að Albert Ingason sé ennþá í framboði? Hann er ennþá í framboði, en það sem það framboð barst of seint, þá þurfum við að leita samþykki fundarins fyrir því að Albert Ingason úr Spóax geti verið í framboði til kjörnefndar. Þau sem samþykja, það vil ekki gefa merki. Fyrirgefðu, formaður... Má ég fá orðið í 1 mínútu? Ja, ef að það gerir þessa atkvæðagreiðslu óþarfa sem þú varst að trufla, þá gjörðu svo vel, en annars þetta trufla atkvæðagreiðslu. Ég ætlaði bara að mælast til þess að Albert fengi að bjóða sig fram. Það gilda sömu reglur aðila í kjörnefnd eins og aðra. Ef menn bjóða sig ekki fram á réttum tíma, þá eru þeir fallnir á tíma. Albert féll á tíma því miður. Við viljum hinn í kjörnefndinni að hann fái að bjóða sig fram. Já, það sýndist mér allir að samþykja akkurat það þegar þú baðst orðið. En þeir sem eru samþykkir því að Albert fái að bjóða sig fram gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, það samþykkt með þorra atkvæða gegn fáum. Þá eru 5 í framboði, 6 fyrirgeði, til kjörnefndar. Já, en ég veit ekki, það möguleiki að við gerum smá hlé á þessari kosningu. Ég setja svo sem í hendurnar á ykkur, ég er með niðurstöðu úr formannskjörinu, vil ég að ég halda áfram með? Hafið þið áhuga á þeirri niðurstöðu? Það er að klára kjörnefndina. Úrslit úr formannskjöri ÖBÍ 3.10.2015. Talin hafa verið 113 atkvæði. Auðir seðlar, 3. A fékk 88 atkvæði, B 22 atkvæði. Ellen Kalmon er réttilega kjörinn formaður Öryrkjabandalags Íslands með 88 atkvæðum gegn 22 Guðjóns Sigurðssonar. Það er alltaf stutt í tilfinningarnar þegar taugarnar eru strekktar og ég segi það stundum við starfsfólkið hjá okkur, það er mikið að gera og allir eru stressaðir eins og fyrir aðalfundin. Þegar taugarnar eru strekktar myndu þú halda brosinu strekktu því þá gengur allt betur og það er það sem ég hef verið að reyna að gera hér í dag. Ég þakka ykkur hjartanlega fyrir stuðninginn og það eina sem ég get lofað ykkur, það er mitt kosningalofur, það er að ég mun standa vaktina næstu 2 árin. Takk og ég hlakka til samstarfsins áfram með ykkur. Takk. Þá er sú niðurstaða ljós. Þá höldum við áfram í dagskráni, ekki þessu framhjáhlaupi okkar, heldur því að nú er komið að kjöri varaformanns. Dagskrártillagan gefur okkur aðeins og heimild að skjótast í hinar kosningarnar eftir því sem tími gefst til. Nú er búið að kjósa formann, þannig að við höldum bara áfram með dagskrárna. Þannig að næst
er kosning í varaformann. Þar eru 2 í framboði, ekki rétt? Það er Arnar Helgi Lárusson frá SEM-samtökunum og Halldór Sævar Guðbergsson frá Blindrafélaginu. Eru fleiri sem að óska eftir að fá að gefa kost á sér? Óskar þú eftir að fá að gefa kost á þér? Þú dregur framboðið tilbaka. Viltu fá hljóðnemann og svona fyrir hljóðupptökuna? Sælverði, Arnar heiti ég og Lárusson og ég dreg framboðið mitt tilbaka því að ég einfaldlega myndi ekki treysta mér að vinna með Eleni. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá spyr ég aftur, eru fleiri sem að hafa hug að gefa kost á sér sem varaformaður ÖBÍ? Svo er ekki. Þá skoðast Halldór Sævar Guðbergsson rétt kjörinn varaformaður ÖBÍ 2015 til 2016. 2016. 15 til 17. Sagði ég eitthvað allt annað? Það stendur Mér nefnilega langar að 16 ég í hafi dags... sagt 2015 til 17. Það stendur nefnilega 16 í dagskránu okkar, svo það er ekki skrítið. Ha? Hann er til 16. Varaformaður er einungis kjörinn til 1 árs. Já, Kannski kemur þetta fram hjá varaformanninum sem er að koma hér í pontu. Við bjóðum hann velkominn. Ný kjörinn. Kæru aðalfundar fulltrúar, þetta er sérst í 3. skipti núna sem þið kjósið mig í 1 ár. Ef ég man þetta rétt, sérst 3 ár í röð, þannig að ég vil bara þakka fyrir traustið sem þið sýnið mér og ég var tilbúin með ræðu sem ég ætla þá að hlífa ykkur við, en ég lít svo á að hlutverk varaformanns sé að vinna dálítið inn á við í bandalaginu og ég er mjög spenntur fyrir þessum nýju breytingum sem við erum að takast á við með málefnahópum og mín orka mun fara dálítið í það að hvetja málefnahópana áfram og hlúa vel að innra starfi bandalagsins, jafnframt því að koma fram fyrir hönd bandalagsins þegar að formaður kemst ekki og mín helstu baráttumál hafa alltaf verið í þessi 25 ár sem ég hef starfað verið í félagsmálum. Það eru atvinnu- og menntamál og kjaramál og virknimál almennt hjá fötluðu fólki. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir það, Halldór. Þá er komið að kosningu í embætti gjaldkera 2015 til 2016. Þar er einhver búinn að bætast við? Þar er einn í framboði, Bergur Þorri Benjamínsson og Sjálfsbjörg Landssambandi fatlaðra. Einhverju fleiri sem óska eftir að fá að bjóða sig fram í þetta embætti? Svo er ekki. Þá skoðast Bergur Þorri Benjamínsson sjálfkjörinn gjaldkeri Öryrkjabandalags Íslands 2015 til 2016. Bergur, má bjóða þér orðið. Nei, ég sést. Kæru félagar,
Ég þakka trustið. Á fyrsta landsfundi sjálfsbjargar fyrir vestan var því nú reyndar gauka að mér ég heiði 2 fallanir. Fyrsta lagi náttúrulega að vera með mænuskaða og það að vera hægrisinnaður. Ég vona að það kom ekki að sök. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá komið að kosningum formanna fastra málefnahópa 2015 til 2017. Og þetta eru 5 hópar. Í framboði sem formaður málefnahóps kjaramál María Óskarsdóttir og Sjálfsbjörgu Landssambandi fatlara. Engin verst við það. Nei. Einhver annar sem óskar eftir að fá að bjóða sig fram í það embætti? Svo ekki. Þá skoðast hún réttkjörin formaður málefnahóps kjaramál, María Óskarsdóttir. Þá það formaður málefnahóps aðgengi. Við byggjumst forláts, við erum svo hrifin að því að keyra dagskránna áfram. Við gleymum kannski því að leyfa fólki að njóta þess að hafa verið kosið. Við skulum reyna að verða mannlegri. Viltu segja örfá orð? Þetta voru örfá orð. Hér kemur hljóðnemi fyrir örfá orð. Ég vil bara þakka fyrir stuðninginn og vona að ég komi til með að standa mér í starfi. Takk fyrir. Takk fyrir. Þá það framboði formanns málefnahóps aðgengi. Þar í framboði Arnar Helgi Lárusson frá SEM-samtökunum. Fleiri sem vilja bjóða sig fram eða gefa kost á sér. Arnar biður orðið. Og Sigurjón hleypur. Sælverði, ég hef ákveðið að draga framboð mitt tilbaka. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá svo staða komin upp að það enginn í framboði til málefnahóps aðgengi. Akkur við með annan list en þið? Já, getur það ekki passað, Ingveldur Jónsdóttir á þínum lista? Já, hún hefur dregið framboð sitt tilbaka. Hún hefur dregið framboð sitt tilbaka. En Gísli, Ingveldur Jónsdóttir sem á einhverju listum, hún var búin að draga framboð sitt tilbaka en eftir 2. september, þannig að en Gísli búin að beðið orðið. Mikrofón. Fundarstjórar, góði fundamenn, Arnar Helgi, nú mæli ég til þín. Þú hefur látið þig aðgengismál mjög miklu varða og ég treysti á það að þú yrðir formaður þessa hóps og ég skora á þig að hætta við að bjóða þig fram. Grétar. Heldur þú takir þessari áskorun og bjóðir þig fram aftur? Þú verður eiginlega að sleppa orðinu og leyfa fleirum, en Grétar búin að beða orðið. Grétar hefur beðið orðið. Já, Arnar, ég tek undir mig Gísla, bara absolutt vinnur. Þú og Guðjón hafið unnið ötullega að þessum málaflokki og það því sjónarspiltir að þér þarna, ef maður bara að draga tilbaka, ég skora eindregið á þig, Arnar Helgi Lárusson, að bjóða þig fram. Eindregið. Takk fyrir þetta.
Takk fyrir það. Arnar Helgi. Má bjóða þér orðið, Arnar Helgi? Má bjóða þér að bregðast við þessu á einhvern nátt? Það er undir. Það er undir honum. Takk fyrir. Heyrðist ekki fyrir núna? Jú, ok, takk fyrir. Ég hef náttúrulega lagt mig svolítið fram við þessi málefni en það er bara ástæði fyrir því að ég ætla að draga mig til hliðar. Hún kemur í ljós betur seinna. Ég er ekkert hættur að berjast að aðgengismálum. Ég ætla bara ekki að berjast að aðgengismálum innan ÖBÍ. Þannig að ég held alveg mínu striki og það mun ekkert breytast. En það verður bara ekki undir formerkjum ÖBÍ. Takk fyrir mig. Og takk hérlega fyrir ykkur sem eru að hvetja mig áfram. Ég er bara snortin yfir því. En þetta er bara önnur prinsipatriði í gangi hjá mér heldur en þessi. Takk fyrir. Takk fyrir það. Ég legg til að við færum þennan málefnahóp bara aftast á listan yfir fyrirgefðu. Komin til það. Gísli, gjörðu svo vel. Það er að koma mikrofón til þín. Fundarstjórar, góðir fundarmenn. Við erum hérna 2 vestmannaeyingar sem helst vilja skipta á milli okkar að verða formenn. Þar sé ég og Grétar Pétur. Ég hef allan tíð haft mikinn áhuga á aðgengismálum og ef enginn fæst í þetta þá býð ég mig fram sem formann aðgengishóps. Takk fyrir það. Frímann biður um orðið. Góðu félagar, nú var Grétar Pétur að hætta sem gjaldkeri og hefur staðið sem mjög vel í því sem hann hefur verið að gera. Ég hvet Grétar Pétur til að gefa kost á sér í þennan sem formaður þessi málefnahóps. Ég tel að það sem hefur farsælt fyrir samtökjunni ef hann tekið að sér og hvet hann alveg mjög eindreiði til að gera það. Takk fyrir. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Þá er það næstur á mælendaskrá hér. Þröstur. Já, Þröstur hjá ADHD. Mér þykir afar leitt, Arnar Helgi, að þú skuli taka þessa afstöðu því að fáum treysti ég betur til þess að berjast öttulega fyrir þessum málaflokki en þér, en þú tekur þín ákvörðun og ekki ætla ég að kreista á þau kverkarnar. Hins vegar langar mig að beina þeirra eindregnu áskorun til Ingveldar Jónsdóttur að gefa kost á sér í formennsku í þessum aðgengishópi. Ég treysti henni líka fullkomlega til þess, það er fullt af góðu fólki hérna. Og því legg ég fram eindregna áskorun á Ingveldi að hún taki að sér formennskuna. Þá er kannski rétt að við byrjum á því að bjóða Grétari að bregðast við áskorun Frímanns. Heyrðu, ég þakka fyrir þetta, traust. Ég held ég verði bara við þessari áskorun. Takk hérlega. Takk fyrir það. Já, fundarmenn afsætti ég grípa orðið. Þetta er samkomulag á milli okkar Grétars Péturs. Ég dreg framboð mitt tilbaka, þannig að hann býður sig fram og ég ætla að vinna með honum að þessum málum. Takk fyrir. Takk fyrir það. Vill Ingveldur... Eigum við ekki að bjóða Ingveldi að bregðast við líka? Ef hún það kýs. Mér finnst þetta svolítið erfitt, en ég treysti Grétari Pétri fullkomlega og ég mun að sjálfsögðu starfa með honum í aðgengishópnum, ekki spurning. Þannig að ég segi nei. Takk fyrir það. Þá er einn í framboði sem formaður þessa málefnahóps. Það er eins og annað, við þurfum formlega að leita eftir því að Grétar Pétur fái að bjóða sig fram. Þeir sem að samþykkja það, gefið merki. Það er
þessum móti kunna vera. Það er samþykkt samhljóða þannig að Grétar er þá sjálfkjörinn sem formaður málefnahóps aðgengi. Viltu fá að segja örfá orð eins og ég byrði að hafa í huga hvað María hafði sín orð örfá? Já, sko, enda er María sjálfsbjargarfélagi og við erum alltaf stutt orð hjá Sjálfsbjörg. Nei, ég bara, eins og ég segi, þetta kom mjög flatt upp á mig en ég skorast ekki undan og bara þakka bara velvild allar hér inni. Og ég mun starfa að sjálfsögðu með Gísla og var það Ingvaldur sem talaði þar á eftir. Og það er nú ekki verra að hafa hana líka innanborðs. Takk hérlega. Það er ekkert hér heilbrigðismál. Þá er komið að kjöri formanns málefnahóps heilbrigðismál. 2 framboð hafa borist. Það eru þau Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir frá Sjálfsbjörgu, Landssambandi fatlara og Vilhjálmur Hjálmarsson frá ADHD samtökunum. Framboð Vilhjálms barst of seint og því þarf að bera það undir fundinn hvort að Vilhjálmur fái að bjóða sig fram. Þau sem samþykkja það vilja gefa merki. Þau sem á móti kunna vera. Það skoðast samþykkt. Forra atkvæða gegn fáum eru fleiri sem hafa huga á að gefa kost á sér sem formaður þessa málefnahóps. Svo er ekki. Það sem búið er að fara fram á leynilega kosningar í öllum kosningum, þá ber okkur sé sú krafa enn uppi við, sem sýnist hún vera, að fara að halda skriflega og leynilega kosningu þetta. Þannig að þá verðum við einfaldlega að biðja starfsmenn fundarins. Já, ég ætlaði nú bara að koma þessu öllu hér af stað áður en við færum í það. Nei, bara þannig að við vita. En er þetta ekki eðlilegur kjörseðill? Þannig getum ekki notað kjörseðill. Nei, við erum búin að segja þetta aftur og aftur. Skrifaðu vel, svo ég skal gera það. Hvernig maður rétta sig þessu? Jæja, afsakið þessa bið, en þá eru starfsmenn að dreifa kjörseðlum, en við skulum leyfa þessum 2 frambjóðendum, Guðbjörgu Kristínu Eiríksdóttur og Vilhjálmi Hjálmarsinni, að kynna sig örstutt á stund og við förum að hér eins og áður að við erum í stafrófsröð. Við skulum gefa þessu 2 mínútur. Guðbjörg. Guðbjörg. Já, ef þú vilt. Fundarstjórar, félagar aðildarfélagana. Ég hef gefið kost á mér í starf formanns málefnahóps heilbrigðismál. Mér er mjög annt heilbrigðismál og ég skoðaði áherslu þær sem að stefnuþingið gefur þessum málefnahópi í veganesti
Mér finnst það mjög spennandi og kannski aðeins mig. Nú mætti ykkur segja það að þessi einkennilegt að séu svo margir frá Sjálfsbjörg í kjöri. En ég vil benda á það að í lögum Öryrkjabandalagsins stendur að það skuli taka tillit til mismunandi fötlunarhópa. Og hjá Sjálfsbjörg við erum samtök hreyfihamlaðs og við erum með mjög mismunandi fatlanir. Og kannski aðeins mínar fatlanir. Ég er hreyfihamlum af völdum liðagigtar, sem sagt ég passa líka inn í kategóríuna langveik. Ég er greind með ADHD, gerist fyrir 10 árum síðan, var mjög hressandi að fá þá skýringu á ýmsu. Og ég er náinn aðstandandi fólks sem er óvinnuhæft vegna geðraskana. Þannig að kannski má segja, ég sé svona kannski þverskurðurinn af Öryrkjabandalaginu. Datt í hug að fræða ykkur það. Takk fyrir. Þá bjóðum við Vilhjálmi að koma hérna upp og kynna sig. Já, Guðbjörg, kannski við ættum bara að stofna fjölgreiningarsamtök. Ég er ekkert skarfinn þú. Náttúrulega merki minn athyglisbesti það að ég hef lengi í huga hvort ég ætti að bjóða mig fram hér til starfa og svo kannski vinn ég ekki hlutunum alveg réttir röð og það er svona leið, 1. september, aðeins og fljótt. En ef ykkur er að undra sig við því hversuna mig langar til að taka þátt í þessum heilbrigðishópi, þá er einfalt að benda á glæru sem var hérna uppi áðan í ræðu formanns. Ég hripaði þetta eitthvað fljótlega niður, sjálfsögðu búin að týna því, þarna er þetta. Sko, af 5 atriðum þá eiga 4 við það sem ég vinn mest í, ADHD. Það er greiðsluþátttakan í heilbrigðisþjónustunni, lyf við hæfi, reyndar ekki hjálpartæki í inntöku, en sjúkraþjálfun og niðurgreiðsla sjúkraþjálfun og sálfræðiþjónustu. Þetta eru hlutir sem skipta okkur í ADHD-samtökunum miklu máli. En rétt eins og Guðbjörg, þá gæti ég alveg sátt heima í gigtafélaginu, þó ég hafa ekki skráð mér að þá. Og svo á ég þessa afskaplega fallegu hjásvefu, kæfisepsvél. Þannig að einn daginn þá ætlar að skrá mig í Vífil. Ég ætla ekki að segja meira. Takk. Takk fyrir þetta. Nú, vegna þess hversu seint framboð Vilhjálms kom fram, þá erum við ekki með kjörseðla með nöfnum þessara frambjóðenda, heldur bara auðakjörseðla með reitum, merktum A, B, C og svo framvegis. En þessu er varpað hér upp á vegg. Nöfnin eru í stafrófsröð. Frambjóðandi A er Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir, frambjóðandi B er Vilhjálmur Hjálmarsson og þá mega starfsmenn fundarins dreifa kjörseðlum. Minnum aftur á það að kross við A er atkvæði greitt Guðbjörgu Kristínu Eiríksdóttur, kross við B er atkvæði greitt Vilhjálmi Hjálmarsinni.
Minnum enn og aftur á að til að kjósa Guðbjörgu Kristínu þá merkið þið X við A og til að kjósa Vilhjálm þá merkið þið X við B. Er einhver sem ekki hefur fengið kjörseðil? Það vantar kjörseðil hér. Allir aðrir komnir með kjörseðla. Þeir eru sjálfkjörin. Einhver sem ætlar að hafa kjörseðil, svo er ekki. A er Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir, B Vilhjálmur Hjálmarsson og er ekki rétt að fara að rölda og safna kjörseðlum, er ekki fólk komið það langt í krossamerkingunni. Klárum skoðunarreikninga. Þeir voru, já, það var þær kjörnefndin sem við stoppuðum auðvitað, en hún er sjálfkjörn með þetta. Er einhver sem á eftir að skila kjörseðli? Já. Töluvert margir. Starfsmenn geta kannski flutt sig yfir í hinn enda salarins. Er ekki rétt að drífa atkvæðaseðla í kassa og koma til talningafólks svo við getum haldið áfram? Það er töluvert mikið eftir að kosningum, leynilegum. Er einhver sem á eftir að skila kjörseðli? Eru allir kjörseðlar komnir í kassa? Einhver sem á eftir að skila? Já. Þarna. Einn hérna hjá Grétari. Er verið að taka myndan aftast eða veifa? Enginn sem á eftir að skila kjörseðli, þá er rétt að koma kjörseðlum til talningafólks. Síðasti séns og nú fer hún. Nú þá getum við haldið áfram með kjörnefndina. Við erum með smá tíðindi úr kjörnefnd. Er einhver sem á eftir að skila kjörseðli? Við ætlum að biðja, ef að þið verðið að gefa þögn. Við erum búin að þrábiðja kjörseðla, við verðum að gefa fundargestum færi á að hlusta á það sem við segjum. Er þá einhver sem á eftir að skila kjörseðli? Svo er ekki, þá höldum við áfram það sem frá var horfið. Nú þau tíðindi hafa borist okkur úr kjörnefndakosningunni sem að við stemdi í en við stoppuðum í miðju kafi áðan, að Friðfinnur Hermannsson frá FAAS hefur dregið framboð sitt tilbaka
til kjörnefndar. Við vorum nýbúin að samþykkja. Albert Ingason frá Spóax hafði boðið sig fram og fundurinn samþykkt hann og hans framboð. Þá reiknast mér til að 5 séu í framboði til 5 manna kjörnefndar 2015 til 2017 og skoðast hún þá rétt kjörin. Þá megum við halda áfram samkvæmt dagskrártillögunni og skoða laganefnd. Samkvæmt útsendum gögnum er einn listi 5 manna í framboði til laganefndar 2015 til 17. Þar eru Halldóra Ingvadóttir frá Gigtarfélagi Íslands, Ingi Hans Ágústsson frá HIVF Ísland, Ingveldur Jónsdóttir frá MS-félagi Íslands, Svavar Kjarval Lúthersson frá Einhverfusamtökunum og Þröstur Emilsson frá ADHD samtökunum. Fleiri sem að vilja bjóða sig fram til laganefndar? Svo ekki, það engin framboð sem komu fram of seint og engin hér sem býður sig fram. Þannig að þá skoðast þau 5 rétt kjörin í laganefnd 2015 til 17. Þá erum við búin að framfylgja dagskrártillögunni og telja okkur vera nokkuð góð með það. Þannig að, já, eru þið til í að hætta þessu skvaldri? Það er óvenju mikið skvaldur á þessu fundi. Þetta er ekki gott. Þetta getur verið afskaplega truflandi fyrir gesti fundarins. Svo ég tali nú ekki okkur. Já. Við erum þar stödd í málefna hópskostningum. Já, við verðum eiginlega stödd þar að við erum stopp. Við verðum bara að bíða eftir úrslitum. Úrslitum úr heilbrigðismálahópnum. Það er þannig að eins og við fórum yfir áðan að samkvæmt lögum þá má bjóða sig fram á fundinum. Það gerir okkur það erfitt fyrir því að lúti einhver í lægra haldi í einhverjum kosningum getur hann ákveðið að bjóða sig fram í þeim næstu. Þess vegna verður einfaldlega að bíða eftir niðurstöðu kosninga. Við eigum þetta tvennt eftir. Það er enginn hér eða? Þú dróst tilbaka, sko? Jú, við verðum hér. Og hér er... Við erum að... Jú. Ég held að við ætlum að klára þessu litlu. Við hnikum til kaffilíðum og matar, þannig að... Já, þá þurfum við bara að bíða eftir, svo bara kemur stjórnarkjörið, sko. Já. Já, takk fyrir ábendinguna. En sko, ég held að þessi í sjálfu sér rétt hjá Svavari að við klárum þessa kosningu, setjum þessi í gang og við geymum úrslitin á þessu þangað til eftir. Þetta er síðasta kosning. Við notum kaffihliðið í að telja þetta. Já. Þá var þetta tvennt eftir, sko. Já. Það eru stóra kosningar eftir, en ég meina, við förum aldrei í það fyrir eftir hvað fyrir líka sem er. Ég er bara, vegna þess að þetta er þannig hópur, fólk getur eftir að
að sitja lengi og það ekki hægt að... Við byrjuðum alltaf að safna allt í lagi að það skrá nýra hans og eftir. Ég eftir að Páll birtist í dyrunum. Svona til að í ljósi opinna upplýsinga og Getum við fengið þögn? gegn leyndarhyggju, þá höfum við fundað sér og ákveðið að segja ykkur frá því hvernig við ætlum að hafa þetta með kaffilið. Það er nefnilega þannig að stjórnarkosningin sjálf er auðvitað eftir. Við munum ekki láta ykkur hanga hér í salnum þangað til henni er lokið. Heldur ætlum við að ljúka málefnahópunum. Við ætlum að setja af stað kosningu í... Hvað er nú þetta? Þetta er hér út um allt hjá okkur. Það er að kjósa í 2. Já, við eftir að úrslitin sem að hér eru að koma liggja fyrir, þá verður kosið formann málefnahóps atvinnu- og menntamál. Að því loknu formann málefnahóps sjálfstætt líf. Þar eru þegar komin fram að minnsta kosti 2 framboð og við ætlum að láta kjósa það og fara í kaffihlé á meðan það er talið. Þannig að það styttist í kaffihléð, en hversu ört það styttist í það er ekki alveg í okkar höndum. Það er í höndum talningafólksins. Samsung segir þið. Þögnin er fegursta lagið. Nei, við erum bæði búin að gefa það út eitthvað, við getum ekki lengt. Sjaldan hefur maður hort jafn spenntur á nokkra hurð, beðið eftir að dyrnar opnist. Velkomin, Sveinn.
Komdu fagnandi. Taka mynd. Þá liggja úrslit fyrir. Talin voru 111 atkvæði, það þýðir að 2 sem tóku þátt í formannskosningunum eru farnir eða ekki tóku þátt núna, það var allavega ekki í salnum þegar kjörsölunum var dreift. Er að ræða kosningu formann málefnahóps heilbrigðismál. Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir hlaut af 111 atkvæðum 61 og Vilhjálmur Hjálmarsson 49, Auður Seyðill var 1. Þannig að Guðbjörg Kristín skoðast réttkjörinn formaður málefnahóps heilbrigðismál 2015 til 2017. Má bjóða þér að segja örfá orð. Má bjóða þér að segja örfá orð. Hljóðnema til Guðbjörgar. Ég ætla bara að segja takk fyrir traustið og skora á Vilhjálm að taka þátt í starfi hópsins. Takk fyrir það. Þá erum við komin að kosningu formann málefnahóps atvinnu- og menntamál. Þar hefur borist framboð Hjördísar Önnu Haraldsdóttur, félagi heyrnarlausra. Fleiri sem vilja gefa kost á sér? Svo er ekki. Þá talst hún rétt kjörin. Hjördís Anna Haraldsdóttir. Og þá er eftir kosning í... Hjördís vill kannski fá að segja eitthvað smávegis. Kaffi, þósti minn, truflaði mig. Sjá ekki allir Hjördísi? Veitu, það vantar... Komið þið sæl. Ég ætla að þakka fyrir traustið og ég hlakka til að taka þátt og leiða þennan hóp varðandi atvinnu- og menntamál sem er mitt hjartansmál. Takk. Þá er komið að síðustu kosningunum fyrir Kaffihlé, formann málefnahóps sjálfstætt líf. Þar hafa borist 2 framboð, annars vegar frá Hirti Jónssoni frá Heyrnarhjálp og hins vegar Rúnari Birni Herrera frá SEM-samtökunum. Fleiri sem vilja gefa kost á sér? Það hafa fyrirgefið að það eru 4 á dregin blaðinu til baka. en bæði Kristín Björnsdóttir og Ægir Lúðvíksson hafa dregið framboð sín tilbaka. Gjörðu svo vel, Ægir. Já, komið sæl. Ég ákvað að draga framboð tilbaka og það var að þeirri, ég mildi að þið vissu að það var að þeirri ástæðu að ég tel það að það eigi að vera notandi sem á að stýra þessu vinnu. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem hafa hugað í að gefa að óska eftir heimild fundar til að fá að gefa kost á sér í þetta embætti? Svo er ekki, þá kjósum við á milli Hjartar og Rúnars. Kannski ágætt ef að þeir kynni sig örlítið, hafa til þess 2 mínútur í pontu eða sal. Við förum til stafrófsröð, þannig að Hjörtur gjörðu svo vel. Halló. Ágætu fundamenn, ég heiti Hjörtur Jónsson. Ég er formaður Heyrnarhjálpar. En þess utan þá er ég faðir Áslaugar Snædísar og ég bauð mig fram í þennan hóp af því að sjálfstætt líf er mitt hjartansmál. Stelpurnar mínar eru með fyrsta hópnum sem komast í MPA. Það hefur ekki bara orðið frelsun fyrir þær, það hefur alveg gjörbreytt lífi okkar foreldrana. En það verkefni er í hættu. Þess utan býður það stóra verkefni að stuðla
að sjálfstæðir búsetu, að stuðla rétti fatlaðra til ferðalaga og þetta er hluti sem mig langar til að vinna að. Ég skil það mjög vel að það sjónarmið að það eigi að vera notandi sem að leiði þennan hóp. Ég er ekkert alveg sammála því og þess vegna er ég nú í framboði, þó að ég hafi engar áberandi fatlanir. Kona mín gæti nú reynda að vera ósammála þar. Takk fyrir það. Rúnar, gjörðu svo vel. Rúnar Björn Herrera heiti ég og er fyrir SEM-samtökin og ég skaddaðist á mænu fyrir að verða 14 árum tvítugt og hef því aldeilis reynsluna á því að missa sjálfstætt líf og fá það svo aftur mörgum árum síðar. Ég hef búið við mörg úrræði og í kynningabréfinu ég var að fatta að ég hef líka búið inn á stofnun. Ég bjó nefnilega inn á Grensás í 1,5 ár og svo hef ég búið við í ýmsu kerfi og pröfað beingreiðslur og NPA-samning og ég veit bara að NPA er það eina sem virkar til þess að komast út í lífið, en svo vil ég líka náttúrulega minna á að það er margt annað en NPA. Það er til að lifa sjálfstæða lífi, þá verður maður að hafa aðgang að íbúðum, maður verður að hafa aðgang að verslunum. Þannig að þetta er mjög víðtækt málefni. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá munu starfsmenn útdeila kjörseðlum. Það er hér eins og var áður að því að seðlarnir breyttust seint, þannig að það verður úthlutað auðum kjörseðlum, en eins og við erum búin að varpa hér á vegginn, þá samkvæmt stafrófsröð, þá er kross við A atkvæði greitt Hirti Jónssyni og kross við B er atkvæði greitt Rúnari Birni Herrera. Við skulum vinsamlegast dreifa kjörseðlum og gera þetta hratt og örugglega. Já, þegar kjörseðlar eru komnir í kassa út úr salnum, þá fyrir við að fá okkur kaffi, en ekki fyrr. Engin pressa á ykkur starfsfólk, en þið standið í vegi fyrir kaffibollunum. Þetta var góður tími. En og aftur... Fyrirgefðu, það vantar kjörseðil. Ó, já. Það er bara, vantar einn. Það er verið að sýna það. Ítreka aftur að kross við A er atkvæði greitt Hirti Jónssyni, kross við B er atkvæði greitt Rúnari Birni Herrera. Er einhver sem á eftir að fá kjörseðil? Sigurjón birtist fagnandi hendi með kjörseðil hérna vinstra megin. Eru fleiri sem eiga eftir að fá kjörseðil? Allir við háborðið konum með kjörseðil? Allir Ellen. Það er engin annar. Vantar einhver kjörseðil? Er einhvern sem vantar kjörseðil? Svo er ekki, þá ítreka ég aftur. Ef þið viljið að Hjörtur Jónsson verði formaður þessa málefnahóps sjálfstætt líf, þá krossið þið við A. Ef þið viljið að Rúnar Björn Herrera verði formaður, þá krossið þið við B. Skulum við bara hjálpa til við það seinna salum. Ég held að við ættum bara að byrja að safna saman kjörseðlum.
að gefa endilega starfsfólki okkar merki hvar eru kjörseðlar. Einhver sem á eftir að skila kjörseðli? Má ég aðeins biðja þögn, við lentum í þessu hérna síðast að það heyrðist ekki í okkur. Er einhver sem á eftir að skila kjörseðli? Svo er ekki, þá fara kassanir til talningar og við í kaffi. 20 mínútna hlé verður nú gert á fundinum. Já, Við byrjum aftur klukkan 3:30. Jæja, góðu gestir, þá er klukkan orðin 12:30. Og við erum þegar orðin á eftir með dagskrána, svo sem ekki í fyrsta skipti á aðalfundum. Þó man ég eftir fundum fyrir 2 árum þar sem við vorum einmitt á eftir með dagskrána en tókst nú engu að síður að klára réttum tíma. Það er hagað þannig aðstæður hér núna að við getum fengið þögn. Við getum ekki verið hér mikið lengur en til 5, þannig að það er eins gott að við höldum rétt á, man ég aldrei hvort maður segir spilunum eða spöðunum eða hvort maður gera bæði. Í það minnsta að við höldum okkur vel að verki. Áður en við göngum til kosninga þá langar mig að minna á það að hérna frammi liggja svona möppur, gular. Vonandi hafið þið nú sem flest þekkið þetta og hafið skrifað undir. Hér er áskorun til stjórnvalda um að tryggja fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þannig að þau ykkar sem að eigið eftir að skrifa undir endilega gerið það frammi. Þar eru hér þessum möppur, svo nú til svokallað internet þar sem þetta líka, en hér eru þar allavega. Þá skulum við klára þessa kosningu sem við erum hérna með uppi við. Úrslit liggja fyrir. Alls voru greidd 109 atkvæði. Fólk heltist úr lestinni. Hjörtur Jónsson fékk 37, Rúnar Björn Herrera 70, Auðir 2. Rúnar Björn Herrera telst réttkjörinn formaður málefnahópsins sjálfstætt líf. Má bjóða þér að segja örfá orð. Ég vil bara segja takk fyrir. Þetta kallar maður örfá orð. Ég held að þú hafið slegið metið í fæstum orðum. En þá er komið að framboði til stjórnar Öryrkjabandalags Íslands. Það er verið að kjósa 4 stjórnarmenn til 2 ára setu 2015 til 2017. Það er verið að kjósa 7 stjórnarmenn til 1 árs setu 2015 til 2016. Alls eru 11 í stjórninni og atkvæðafjöldi ræður því hvaða 4 stjórnarmenn eru kjörnir til 2 ára. Og í framboði eru
Arnþrúður Karlsdóttir frá Tourettesamtökunum á Íslandi, Árni Heimir Ingimundarsson í Málbjörgu félagi STAM, Daniel Ómar Viggósson frá CP félaginu, Emil Thórodsen frá Gigtarfélagi Íslands, Erna Arngrímsdóttir frá Spóex, Friðgeir Þ. Jóhannesson, Fjólu, Frímann Sigurnýjarsson, SIBS, Garðar Sverrisson, MS félagi Íslands, Gísli Helgason, Blindravinafélagi Íslands, Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir, Sjálfsbjörgu, Landssambandi fatlaðra, Íris Árnadóttir, Tourettesamtökunum á Íslandi, Karl Þorsteinsson, Ás styrktarfélagi, Kristín Björnsdóttir, styrktarfélagi lamara og fatlaðra, Maggi Hrönn Hermannsdóttir frá Geðhjálp, Snævar Ívarsson, félagi lesblindra á Íslandi, Svava Aradóttir frá FAAS, Svavar Kjarval Lúthersson frá Einhverfusamtökunum, Þórir Steingrímsson, Heilaheill og Ægir Lúðvíksson, MND félaginu á Íslandi. Það sem hefur breyst frá útsendu lista að Einar Þór Jónsson úr HVF Ísland hefur dregið framboð sitt tilbaka. Síðan hefur það gerst að einhverjir sem eru hér í framboði til stjórnar hafa verið kjörnir formenn málefnahópa. Það er ekki rétt hjá mér, Guðbjörg Kristín. Þannig að er það ekki rétt skilið hjá mér, kæri lögspekingur? Eru ekki formenn málefnahópa í stjórn? Þannig að það núlast þá væntanlega út úr þessu sem lista. Voru þetta nokkuð fleiri? Er þetta ekki fleiri? Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir? Ekki fleiri? Ekki fleiri. Við verðum hins vegar hér eins og í öðru að bjóða það. Er einhver sem vill leita samþykki fundarins eftir því að fá að bjóða sig fram? Svo er ekki. Þá förum við að ganga til kosninga. Við þurfum að útskýra fyrirkomulag kosninga eftir smástund. Ert þú óska eftir? Ég var að við kynnum fyrirkomulag kosninga til smástund. Það þarf að raða seðlunum upp á nýtt, þannig að við skulum leyfa Báru að vinna því, en við töluðum fyrirkomulag kosninga. Við erum að starfa eftir nýjum lögum og þess vegna fórum við sérstaklega yfir það með lögspekingum fyrir fundinn, hvernig allar kosningar og allt þessu, allt í raun og veru hér skyldi fara fram. Og það er niðurstaða og eftir það að eins og hér nú hefur verið að kjósa 11 manns í stjórn, að það þýði það að hver fundagestur eigi 11 atkvæði og það er lýðræðislegur réttur hvers og eins að nýta þau 11 atkvæði á þann hátt sem honum sýnist, til að mynda með því að skila auðu. Þannig að niðurstaðan er sú að það er hverjum einum í sjálfsvald sett hvað hann setur marga krossa á atkvæðið, það er að segja 0 til 11. Þá er atkvæðaseðillinn gildur, hann má nýta 11 atkvæði sín með því að gefa einhverjum einstaklingum atkvæði sín, hann má skila öllum atkvæðunum auðum og hann má líka nota hluta þeirra til að gefa einhverjum atkvæði sitt en skila hluta þeirra auðum. Þetta fórum við yfir með lögfræðingum, bæði sambandsins og töluðum við Daniel og töluðum víðar við fólk og er niðurstaðan. Þannig að fyrirkomulagið á kosningunum er svona í þetta sinnið. Búið að biðja orðið. Maður, hann aftast. Já, við sjáum það. Já, Guðmundur Jónsson heiti ég, hérna félagi lesblindra. Mér langar nú að spyrja aðeins betur út í þetta, vegna þess að vel að merkja, við hefum líka rétt á því að það verði allir það náist full kosning og ef allir myndi kjósa bara einn í kosningunni, þá myndi vanta restina af fulltrúunum í stjórnina. Þannig að manni finnst eiginlega svona eðlilegra og eins og það hefur verið hér undanfarna ár að menn merki við fullan fjölda
á listan, þannig að það sé tryggt að það verði kosið í öll embætti í kosningunni. Þannig að tæknilega séð, jafnvel þó að menn eigi rétt á hinu og þessu, að þá verðum við allavega að fá fulla stjórn. Þannig að þó að það sé kannski ólíklegt hérna, en þá geta komið upp þessu scenaríu og þess vegna segi ég, það er eðlilegast og líka til þess að það sé einhverju blokkarkosningar eða slíkt að menn verða að merkja við fullan lista. Og lögfræði, ekki lögfræði, þetta er eiginlega meira stjórnmál heldur lögfræði og líka bara af praktískum ástæðum að það var miklu eðlilegra að menn merki við fullan lista, kjósi hvern og einn en ekki bara einn. Þannig að ég mælist til þess að svona í fullri sanngirni og að þetta fyrirkomulag verði haft eins og hefur haft undanfarin ár. Takk fyrir. Takk fyrir það. Við munum fara eftir þessu nema að komi skrifleg tillaga annað, þá berum við hana upp og látum fundin einfallega ráða. Við erum búin að ræða allar þessar röksemdir sem þarna komum fram og staðreyndin er svo einfallega lýðræðislegu réttur fólks til að fara eins með atkvæðið sitt og það kýs, hann er hans í ríkur. Þannig að ef að kemur skrifleg tillaga fram annað, þá berum við hana upp. Hún kemur fínt, þá skulum við halda bara áfram. Gísli var búin að biðja orðið. Allar í pontu, velkomin, herðu. Bara allar að hleypa Gísla. Jú, ég er bara rétt hérna að klára. Gísli, það svo vel. Ég er bara rétt aðeins að... Nú er þetta eitthvað að fara í öruglina. Því að... Má þetta ekki bíða svona bara? Jú, ég er bara augnablik, ég ætla að fá að vista þetta. Ég er sallar á þess. Það er annað en við. Já, greinilega. Það er alveg öruglina þetta vistist. Það var hægvirkur sem tala hérna. Gjörðu svo vel. Býtu, hvað er hljóðinu minn? Hann er bara bentur fram að. Já, góðu fundamenn, ég fyrir ekki kæru fundarstjóri, góðu fundamenn. Ég er ekki fullur, ég er bara aldrei með slæmt jafnvægi. Mér finnst þetta mjög athyglisverð tillaga sem er komið hér fram eða bara ákvörðun að menn megi kjósa frá einum og upp í 11 eða frá engum upp í 11. Sko það er þannig að Öryrkjabandalag Íslands eru nokkurs konar opinber samtök og í kosningum hefur það verið þannig að þegar við kjósum til sveitarstjórna eða Alþingis þá verða menn að fylla út allan kjörseðilinn. Það hlýtur að gilda það sama hér. Og við heyrðum stjórnmálafræðing tala hér áðan. Af hverju var ekki leitað til stjórnmálafræðinga með þetta? Það er bara sagt að það hefur leitað til lögspekinga og hinn og þessara. Hvaðan kom þessi tillaga að gera þetta svona og af hverju komum fram og til hverja var leitað? Sko þetta getur skapað stór hættu að það geta kannski einhver félög rotta sig saman. Sko það getur gerst og kostið svona 6-7 manns. Og hvað gerum við hinn þá á eftir? Við verðum bara langt á eftir. Mér finnst mjög varhugavert að breyta þessu og ég skora á okkur að halda ykkur við þessar gömlu hefðir. Það er óþarf að vera að rugga bátnum svona rosalega þó að þessu komin í lög. Þið áttu ykkur á því að frá því 1961 sem bandalagið hefur verið við lýði, þá hefur þessi aðferð verið höfð í heiðri að kjósa samkvæmt almennum venjum og reglum og lögum og þetta er ekki bara lögfræðilegt spursmál, þetta er líka siðferðilegt spursmál og það hefði verið nær að leita ekki bara til lögspekinga heldur stjórnmálafræðinga eða einhverjum sem þekkja máli betur. En ég óska eftir að fá að vita hvaðan þessi tillaga er komin. Er þetta frá framkvæmdastjórn eða er þetta frá nefnd sem var falið það að fara í gegnum þetta og hverju skipuðu þessa nefnd? Ég vil fá það á hreint. Takk. Takk fyrir það Gísli. Því er fljótt svarað. Þetta kemur frá fundarstjórum sem að fóru yfir lögin og skoðuðu þetta, leituðu álits bæði
fólks sem er vant að vinna við kosningar og svo lögfræðinga. Og þetta var niðurstaðan, það er ekkert meira sem býr þarna bak við annað en það að við viljum gera þetta rétt. Þess vegna leituðu eftir fólki þar Hér liggur fyrir fundunum tillaga. Hún á þennan hátt, fer fram á að fundur kjósi fulla 11 á lista og þá það að það verði að greiða 11 atkvæði á hvern atkvæðaseðil. Undir þetta skrifa menn. 4 menn sem allavega Sævar Ívarsson og Einar Hrafn og Guðmundur. Já, þetta er svona misvel læsilegt. Það kannski líka við. En ég held, já, ég reikna með til að þó kom skýrt fram hver viljiðin var áðan. Ég vona að ég hafi túlkað hann rétt. Annars verði seðill ógildur. Mér finnst bara mjög eðlilegt að fólk hafi á þessu mismunandi skoðanir. Mér finnst eðlilegt að við reynum að vanda okkur og gera þetta eins vel og hægt er. Aðalfundur er æðsta valdið og ef að þið kjósið að hafa þetta fyrirkomulag og samþykkja þessa tillögu og hafa þetta eins og verið hefur, það verður það þannig. Þannig að nú er spurning hvort við einfallega göngum til atkvæða þessa tillögu eða hvort við viljum ræða þetta í þaula áður en gengið verður til atkvæða. Við erum búin að útskýra sjónarmið okkar og við erum búin að, þú ert komin á mælendaskrá, við erum búin að útskýra, og þú líka, það eru sko 5-6 á mælendaskrá og við skulum bara taka þessa umræðu þá ef þið viljið. Þetta atkvæða liggur fyrir, tillagan liggur fyrir. Við höfum ekki mikið tíma eftir til að ræða þessi mál í þaula en að sjálfsögðu ræðu við málin þegar þið kallið eftir því. En svo er einfallega spurning hvort ekki bara einfaldast að ganga til atkvæða. Byrjum á Rúnari. Rúnar. Já, þú ert á mælendaskrá, Ægir. Bara rétt á að byrja, við ætlum að setja mínútu tímamörk á þessa umræðu. Rúnar heiti ég frá SEM-samtökunum. Ég bara spá í ef að tillagan er samþykkt, væri hægt að framkvæma hana með handauppréttingum. Þannig að bara, mér finnst þetta skrítið fyrirkomulag. Ef að tillagan verður samþykkt, að þá er ekki hægt að greiða öðruvísi en með leynilegum kosningum. Nei, en það liggur hvort sem er fyrir... Ég bara bend á það, þannig að þetta er ekkert endilega eðlilegasta leiðin. Nei, við erum alveg sammála því eins og fram hefur komið. Já, ég er ekki að skjóta á ykkur. Nei. Þessu er mér fljótt svara. Það er þegar komin fram krafa leynilega kosningu í öllum kosningum. Svo hún verður alltaf leynileg. Næstur á mælendaskrá er herramaður beint fyrir aftan Rúnar. Var það ekki? Já. Emil Thoroddsen heiti ég og kem frá Gigtarfélaginu. Ég ætla að vera langorður. Aðalega, ég styð þessa tillögu sem fram er komin. Hún er í anda þess eins og við höfum unnið undanfarin ár. Hún er líka í anda lagana. Það er að segja að það kemur fram í það sem er verið að ræða kjörnefnd. Og við sem kjósum síðan eigum líka að taka ábyrgð á því að það sé jafnræði og nota okkar rétt til þess innan samtakana. Þetta er pólitísk spurning, vissulega er þetta örugglega lagalega rétt og allt í lagi að gera þetta, en við erum samtök og við eigum að fara eftir, hugsa hlutina í samhengi við okkar gildi sem við störfum eftir. Og hver eru gildin? Þau eru þáttaka. Það er jafnræði, ábyrgð. Við eigum að taka ábyrgð á því að ákvarða að út úr þessu komi nokkuð sem er í tengslum við jafnræðishugsunina. Takk. Takk fyrir það. Rétt að taka það fram að
Fundarstjórar hafa þá eina ósk að þetta verði gert löglegt og samþykki aðalfundur tillöguna sem fram er komin, það verður allt fullkomlega löglegt. Ljómandi fínu lagi. Garðar var næstur á mælendaskrá. Fundarstjórar, góðu félagar. Ég byrja á því að þakka fundarstjórum fyrir einstaklega vandaða og góða og skelegga fundarstjórn. En í þessu máli þá er ég sannfærður að þeir hafa orðið fórnarlömb einhverja pælinga það að þetta sé lögfræðileg spurning. Við höfum gert talsvert af því að kalla á lögfræðinga í málum sem í eðli sínu ekki lögfræðileg. Þetta er stærðfræðilegt mál, þetta er lýðræðislegt mál, þetta er siðferðilegt mál, félagslegt. Þetta er eins og einhvers að þetta er stjórnmálafræðilegt og ég nú ekki vanur að belgja mig út fyrir það, en ég á að heita stjórnmálafræðingur og hef stúderað þetta alveg sérstaklega, hvaða áhrif svona kosningafyrirkomulag getur haft, ekki bara á niðurstöðu kosninga, heldur á samtök, hvernig samtök verða, hvernig samtök geta breyst. Úr því að vera samtök þar sem að samstæðan er okkar sterkasta vopn og samheldnin, eins og hefur verið hérna í Öryrkjabandalaginu, yfir í það, já, það verður bara stundum að tala, sko. Ég hef ekki talað hérna neitt og þetta er stórmál, þetta er mjög stórt mál og þetta er ekki mál einhverja lögspekinga og þess að þetta dreifa þessum álitum, þannig að við getum að séð þetta. Eins og hún bendir á hérna, hún Svala frá FAS í sinni kynningu, að þá erum við ekki eyland, við erum reglíf í okkar stefnumótnum, þar tölum við það að við gætum breiddarinnar. Við erum að halvera stjórnina núna, við erum helmingi færri, ný lög, þau réttlæta ekkert að við sem að fokka upp þessum kosningakerfi. Við erum reglíf, við erum að taka tillit til allra fötlunarhópa eins og við getum. Við erum að taka til kynja, til aldurs og einhverja fleiri þáttar sem ég er ekki með, standa hérna í lögunum. Og þetta er ærið verkefni og það bara er lærdómsríkt og það er gott ferli og heilbrigt að þurfa að lesa yfir hverjir í framboði, úr hvaða félögum eru þeir, þannig að öll flóran eigi fulltrúa, en að sé ekki einhver fá félög að krunga sig saman, sko stærðfræðilega geta 10 félög krunga sig saman kannski einhverja 6-7 og þeir eru komnir með valdið. Í raun og veru vegna þeir eru komið 30-40 atkvæða fram yfir. Ég ætla ekki að þreita ykkur á þessu hvaða rugl þetta við erum að hleypa í sig í gang, en aðalatriðið það, við sitjum fundi, við erum á stefnumótunarfundum, við sitjum marga fundum lagabreytingar og fleira, fáum að tala allt milli himins og jarðar, svo kemur kjarnaatriði og því er skellt fram rétt áður við göngum til atkvæða. Við verðum að varðveita samveltnina. Ef við ætlum okkur að fara þessa leið, þá verðum við að ræða hana, getum haft númerakerfi, við getum farið einhver aðra leið. En hér í hálfa öld búin samtök og ítrekað til dæmis af fundarstjórum hér hefur það verið ítrekað að ef að kosið er fleiri en færri en 5 í þessa og þeirra nefndina, þá er seðillinn ógildur. Ég get skilað eyðu atkvæði eða kosið Framsóknarflokkinn, ég set ekki hálft atkvæði autt og hálft á Framsóknarflokkinn. Ég má það ekki. Ég má ekki fikta með seðilinn minn. Og ég bara, ég legg til að við höldum okkur við þetta og þetta er stórmál. Takk fyrir. Takk fyrir það. Enn og aftur að ítreka það að fundarstjórar eru ekki fórnarlömb eins eða neins nema sjálfsýn. Þeir meta hlutina eftir því sem þeir best telja og leita ráða eftir því. Við ítreka enn einu sinni. Þetta er algjörlega í ykkar höndum. Hér liggur fyrir tillaga ef að það er vilji þessa fundar að hafa fyrirkomulagið eins og það hefur verið, þá er einfaldlega að samþykkja þá tillögu. Það er nú ekki flóknara en það. Næstur á mælendaskrá var Ægir. Já, góði fundarstjórar og aðrir fundarmenn. Ég ætla að leyfa mér að taka undir þessa tillögu hjá Guðmundi, vegna þess að ég held að við verðum að kjósa alla. Það er mitt mat. Og til dæmis, núna þegar eru 3 komið frá einu félagi í framkvæmdastjórn. Þráttur það við erum að fækka úr aðalstjórninni í framkvæmdastjórninni. Það er komið 3 félagar frá Sjálfsbjörgum. Þannig að þetta er veikleiki. Það er ákveðin, ég er búinn að sjá þetta er veikleiki hérna í þessu kerfi, því miður. Þannig að það er mjög mikil hætta á því að það verði
ég veit ekki hvort það er kallað blokkamyndanir, en allavega að fulltrúar alla, það er ljóst að það er alveg fulltrúar allra félaga fá ekki aðild að framkvæmdastjórn, vissum það, en það verður hallar á það meira núna eftir þessi kosningu sem er búin að vera. Það ætla bara að benda á þetta. Takk. Takk fyrir það. Halldór? Fá hljóðnema. Já. Varst þú að biðja orðið þarna? Nei. Má ég tala? Já, fyrirgefðu, gjörðu svo vel. Elskulunum mínum, mér sýnist að það séu 18 sem við erum að fara að kjósa 18 einstaklingar sem eru mjög hæfir, myndi ég halda, og það ætti ekkert að vefjast fyrir okkur að velja 11 manns. Og það er einslæmi bara hér að menn hafa ekki, venjulega bara ef við séum í kosningum að þá er ekkert verið að skila hér fullt af seðlum auðum. Er ekki eðlilegt út af því að þetta venjan hefur verið hjá okkur að kjósa alveg fullt, ef að kjósa 5 og kjósa 5. Er þá ekki eðlilegt að í staði fyrir að taka þessa breytingu núna hér, rétt fyrir kosningar, að þetta fari bara í laganefnd í skoðun og í einhverju svona umræðu innan bandalagsins. Við séum ekki taka þessa ákvörðun hér og nú, heldur halda okkur við það sem við höfum gert áður. Ég er búin að vera að hugsa þetta svolítið, eins og ég segi núna, ég held að vefjist ekkert fyrir okkur að velja 11 af þessum 18 sem eru núna. Takk fyrir. Takk fyrir það. Á næsta borði. Kannski rétt upp hönd þessum Já, ég heiti Kristín Björnsdóttir og hérna í framboði. Ég bara tók eftir þetta, allir strákarnir sem voru búin að tala eru líka í framboði með mér. Þannig að ég vildi bara að fá tækifæri til að heilsa ykkur. Bara, ef þetta var eitthvað svona tricks, þá vildi ég ekki missa á því allavega. En hérna, það er sko tvennt. Það er svona, þú veist, ef ég þekki ekki alla á listanum, á ég þá bara að kjósa einhvern. Þannig að má ég þá kannski bara kjósa bara mig og þið þá kannski líka. En svo er það hitt, vil ég útskýra alveg fyrir mér bara eins nákvæmt að gera, sko, hvernig þetta á að vera. Ég þarf að fá mjög skýra leiðbeiningar, annars gæti ég gefa einhverjum öll mín 11 stig sem er væntanlega ekki í lagi. Þannig bara að fá mjög skýra leiðbeiningar þegar búið að ákveða hvernig þetta á að vera, að hvernig þetta á að vera. Já. Takk fyrir það. Það er komin hér dagskrártillaga sem að reyndar fer saman við það að það er engin mælendaskrá. Hún hljóðar þannig: gengi verið strax til kosninga á þeim forsendum sem fundarstjórar lögðu upp með. Nýtt fyrirkomulag er að ræða sem eflaust þarfnast endurskoðunar í ljósi reynslunar. Þetta er frá Vilhjálmi Hjálmarssoni. Þú ert að leggja til að við greiðum atkvæði þá leið sem var lögð til í upphafi. Þú ert að við göngum strax til kosninga samkvæmt þeirri leið sem við kynntum. Ég held að annarkvort hefur skolast til. Þú segir eflaust þarfnast endurskoðunar. Viltu kannski bara fá að tala aðeins fyrir þessi dagskrártillögu? Örstutt. Ég bara, mig leggur í gruna að það sé ýmislegt í þessum nýju lögum sem að menn þurfa að skoða í ljósi þess sem gerist í dag og þá sjá menn kannski hvernig þetta virkar og hverju þurfa að breyta. Það er eitthvað sem við gerum á morgun en ekki í dag. Já, þannig að núna verði gengið atkvæða. Eins og þið vildu leggja upp með þetta í upphafi, þá verði bara gengið til kosninga. Samkvæmt því eins og við lögum upp með. Já. Það sé rétta leiðin, við getum síðan rætt þetta og komið með lagabreytingu á næsta aðalfundi. Þetta er dagskrártillaga og hana ber að taka til atkvæða án umræðu. Hún hljóðar það svona: gengið verði strax til kosninga á þeim forsendum sem fundarstjórar lögðu upp með. Nýtt fyrirkomulag er að ræða sem eflaust þarfnast endurskoðunar í ljósi reynslunar. Útskýra fyrirkomulagið. Fyrirkomulagið gengur út á það að þú ræður hvernig þú ráðstafar þínum 11 atkvæðum. Þú getur kosið frá 0 og upp í 11 til þess að seðillinn teljist gildur. Það var misskilningur í gangi tillöguna. Við fengum nákvæmlega hvað í henni stæði. Fundarstjórar skildu ekki alveg og leyfðu flytjanda tillögunar að útskýra hvað í henni fælist. Það er ekki, Þið getur verið ósátt við það, en það er það sem við gerðum. Þetta er hins vegar dagskrártillaga
og dagskrártillögur ber að meðhöndla þannig að þær eru teknar til kosninga án umræðu. Gjörðu svo vel. Ertu til í að hinkra aðeins og fá mikrofón og ræða í hann? Hann er þannig á hliðina þér. Ég heiti Sveinn Rúnar Hauksson og er fyrir Geðhjálp. Ég hef verið í félagsmálum í rúm 50 ár og það er þannig með dagskrártillögur að þær ber ekki að meðhöndla á neitt sérstakann hátt nema þær séu rökstuddar. Og ég vil benda fundarstjóra á þetta að fara ekki svona frítt með dagskrártillögur að það er bara strax að bregðast við og bera þær fram. Það er engin rökstuðningur sem fylgdi þessari síðustu dagskrártillögu. Því ber ekki að setja hana í neina sérstakar röð heldur í bara röð með öðrum tillögum. Takk fyrir. Já, takk fyrir það. Hún byggir á því að við settumst yfir lögin til að búa okkur undir þennan fund og fórum yfir allt sem var á dagskrá og skoðum hvað nýju lögin þýddu og leituðum eftir bara hvað okkur fyndist og leituðum svo eftir áliti hvað það varðar. Við höfum fengið hérna þessa dagskrártillögu sem er hér og hún er hér lögð fram eins og hún er. Við ætlum að bera hana til atkvæða. Ágætu vinir, þegar ykkur má finnast þetta hvað sem þið viljið. Það er hins vegar þannig að ég og Hildur erum hér fundarstjórar. Við erum hér með fundarsköpum við hliðina á okkur. Við erum að lesa okkur hérna til dagskrártillögur. Viltu leyfa mér aðeins að klára? Ég veit að þetta er þér hjartansmál, en það er okkur hjartansmál að þetta verði allt bara rétt og lögformlegt og við erum bara að reyna að finna lausn hér í sameiningu. Það er engin með neitt agenda hér eða neitt, nema það einfaldlega að þetta verði allt eftir kúnstarinnar reglum rétt. Þetta er dagskrárbreytingartillaga sem fram kom eftir að fundarstörf eru hafin. Það þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða til þess að hún nái fram að ganga. Já. Ertu til í að hinkra með alvarlegu athugasemdina þína þangað til þú fær mikrofón? Fyrirgefið fundarmenn, fundarstjórar. Sko, við höfum heyrt hvernig fundarstjórar leggja þetta upp. Að það megi setja eins mörg nöfn á seðilinn eins og þeir vilja. Og það kemur fram mjög óskýr dagskrártillaga. Hún er mjög óskýr þessi dagskrártillaga. Af hverju er bara ekki borið fram svo tillaga sem liggur fyrir að menn noti gömlu aðferðina og kjósi 11 manns? Ég harma hvernig fundarstjórar eru að reyna að beita fundin valdi og mér finnst þetta afleitt fundarstjórn eins og þið hefði staðið ykkur ofboðslega vel hingað til. En í guðanabænum ekki rugga bátnum svona mikið. Við munum halda við málþói endalausu þangað til kemst endalega niðurstaðið þetta. Takk. Takk fyrir það. Við getum lesið upp þennan. Er einhver fleiri sem vil tjá sig fundarstjórn? Gjörðu svo vel, Garðar. Það vill svo til, Stímur, það vill svo til að eins og ég heyrði þessa tillögu hans Vilhjálms að þá lagði hann til að farið yrði að málinu eins og þið lögðu það upp og þið óvart lögðu það þannig upp og þetta er nú betur fyrir hljóðritaður fundurinn að þegar við leita til lögsprengingu og svo framvegis og það verður leyfilt að gera þetta svona og þið myndu leggja það til nema það kæmi, fundurinn myndi leggja eitthvað annað til og það reyndist vera að fundurinn lagði annað til. Það kom tillaga til ykkar. Þannig að Vilhjálmur er raunin að segja að það eigi að ganga til atkvæðum tillögu Guðmundar. Þetta er bara að hugsa hvað er í gangi hérna. Vilhjálmur er að leggja það til að við göngum til atkvæðum tillögu Guðmundar. Það var það sem þið lögðuð upp með. Mér finnst þetta bara frálega, mér finnst þetta bara leiðilegt að þurfa að standa upp út á svona. Ég þakka þér fyrir þessar hártoganir. Það er ósköp einfaldlega þannig að við lögðum það til að sögðum frá þessu hvernig við legðum þetta upp. Ef að fundurinn samþykkti annað myndum við að sjálfsögðu fara eftir því.
Það liggur hér frammi þessi dagskrártillaga og það alveg sama hvað okkur finnst það að dagskrártillögur ber að meðhöndla með ákveðnum hætti. Það þarf að bera hana upp núna og hún þarf 2/3 atkvæða, hún færði orðið smástund til að hún verði samþykkt. Frímann, ertu tjáðu fundarstjórn forseta? Góðu félagar, ég sé ekki staf fyrir því sem þið eru að leggja til. Þetta eru reglur sem ég hef aldrei kynnst í einum samtökum. Ég bið að Sigurjón, lögfræðingur ÖBÍ, tjáu sig hvort þetta sé réttur skilningur ykkar á lögum ÖBÍ eða ekki. Hann hlýtur að vera maðurinn til þess að fjalla og kveða upp úr hvernig á að kjósa í stjórn samkvæmt nýjum lögum ÖBÍ. Ég fyrir fram að það vera gert. Já, nú ætla ég aðeins að fá, ég vona að þið virðið það við mig og vona að þið sé ekki að fara út fyrir neitt valdsvið mitt sem fundarstjóra. Þetta snýst hér ákveðna breytingu og þetta snýst það að þið segið hug ykkar. Ég hefði talið það eðlilegt að það yrði bara kosið þá einmitt það. Dagskrártillaga ákveðin þvingunaraðgerð því að hún breytir dagskránni. Við getum alveg líka haft skiptar skoðanir Við getum haft allar þær skoðanir og verum með þau framukvöld sem við viljum, en ég einfaldlega að kalla eftir því að þið reynið að vinna þetta sem mest saman, ekki að þvinga hvort annað í einhverjar. Vilhjálmur, ert þú búinn að biðja orðið? Takk fyrir það. En Sigurjón, ert þú til að koma upp og segja aðeins? Já, eða bara ræði þetta. Þetta ég búinn að punkta nokkra punkta niður, sko. Þetta bara álitamáli, við erum að pæla í hvað lýðræðislegast í rauninni. Það þegar ég horfði á þetta uppálega, þá fannst mér í sjálfu sér grundvallaratriði að menn geti greitt atkvæði eins og þeir nákvæmlega vilja og þar að meðal að skila auðu. Það ekkert í lögunum sem segir það að það verði að greiða eins og þarna 11 atkvæði. En framkvæmdin hefur verið svo hjá ÖBÍ mitt frá 1961 greinilega að menn að seðill sé ógildur nema menn fylli atkvæðið sitt. Þar með, og það var ekkert í lögunum eða lagabreytingaferlinu sem að fól það í sér að það ætti endilega að breyta þessu. En málið líka að þetta bara þögnin og það bara það sem við stöndum framfyrir. Þetta bara atriði sem við þurfum að fara með fyrir laganefnd til að hafa þetta skýrt og klárt og þetta ekki skýrt og klárt. Eftir að vera búin að velta sig fyrir mér fram og tilbaka þá tel ég alveg klárt að tillagan það að halda framkvæmdina áfram eins og standist. Þannig að við þurfum í rauninu bara að taka ákvörðun það. Ef að var þetta ekki þetta sem þú ert að pæla, Frímann, eða var eitthvað frekara sem að þú vildir fá? Hvað segir okkur í lögum ÖBÍ hvernig á að kjósa? Við getum farið aðeins, skulum ekki tala öll í einu, formaður en vestur mælendaskrá. Já, komið sæl. Ég vil leggja fram dagskrártillögu að greiða atkvæði tillögu Guðmundar og þeirra félaga sem undir hana skrifuðu. Þetta eitthvað sem þarfnast bara frekari skoðunar og eitthvað sem að laganefnd ætti þá bara að skoða fyrir næsta fund. Ég myndi bara vilja greiða atkvæði tillögu Guðmundar til að byrja með. Það mín tillaga. Já. Fyrir ekki. Ég lest henni upp bara. Hún svo hljóðandi. Nei, það að bera fram þessa dagskrártillögu. Hún að greiða atkvæði tillögu Guðmundar
þar sem þessi breyting þarfnast frekari skoðunar, til dæmis í laganefnd. Og undir þetta skrifar formaður ÖBÍ. Þú vilt heyra tillögu Guðmundar? Já, það er eiginlega... Þetta er dagskrártillaga með rökstuðningi, það er bara einfallega verið að tala við ætlum að greiða atkvæði hana. Við skulum halda okkur bara við fundarsköp hvað sem okkur finnst þau. Nei. Jú, við skulum endilega bara... Tillaga Guðmundar svo hljóðandi. Fer fram á að fundur kjósi fulla 11 á lista, annars verði seðill ógildur. En svo að við séum nú ekki að rugla þessu meira saman en orðið þá ber ég núna upp þessa dagskrártillögu sem er eingöngu tillögu formanns það hvort að við eigum núna að ganga til atkvæða tillögu Guðmundar. Það þarf 2/3 atkvæða til að þetta teljist samþykkt tillaga. Þeir sem samþykkja tillögu formanns gefi merki. Sýnist þetta nú vera. Þetta eru nú alveg vel tveir. Þeir sem á móti kunna vera. Fyrirgefðu. Athugasemd. Mikrofón. Mikrofón. Þú mátt setja hana niður. Ég verð að biðja ykkur að setja hana aftur upp með þarf. Afsakið þetta. Ágætu fundagestir, fundarstjórar, ef við róum okkur aðeins og höfum þetta alveg skýrt fyrir alla. Hvað er það sem við erum að samþykkja núna? Vegna þess að ég er að fylgjast með táknmálstúlki og ef að það er sagt samþykkja þetta eða samþykkja hitt, þá næ ég ekki beinum tengslum við það nákvæmlega hvað er verið að samþykkja. Þannig að má ég biðja að þetta sé endurtekið, skýrt, þannig að ég geti fylgst nákvæmlega með því hvað erum við að kjósa núna. Alveg sjálfsagt. Takk Hjördís. Við erum að greiða atkvæði dagskrártillögu formanns á þá leið að nú verði gengið til atkvæða tillögu Guðmundar sem kom áðan. Þetta þarfnast frekari skoðunar, til dæmis í laganefnd. Þannig að núna erum við einfaldlega að greiða atkvæði þessa dagskrártillögu hvort við eigum að ganga beint til atkvæða tillögu Guðmundar, eins og dagskrártillagan segir til Þeir sem samþykkja dagskrártillögu formanns vinsamlegast gefið aftur merki. Getum við klárað atkvæðagreiðsluna eða ertu með... Hljóðnema til Afsakið, Frímanns. við verðum að gera annað hlé á atkvæðagreiðsluna og fá hljóðnema hingað. Samkvæmt mínum skilningi það svo að það sem gildir það sem hefur verið hefð fyrir frá 61. Þannig ef þá breyta því og gera öðruvísi, þá væri það gert samkvæmt sérstakri tillögu. Hefur slík tillaga verið lögð fram, ef ekki, þá lít ég svo á að það sé hefðin sem gildi að þú þurfa að setja 11. Þetta snýst ekkert þá tillögu sem við erum að greiða atkvæði núna. Þannig að ég ætla að biðja þig að við ætlum að halda áfram atkvæðagreiðslunni dagskrártillögu formanns. Þeir sem samþykkja dagskrártillögu formanns sem á þá leið að núna göngum við atkvæða tillögu Guðmundar. Gefi merki, hér eingöngu verið að kjósa dagskrártillögu formanns. Þeir sem á móti kunna vera, það samþykkt samhljóða. Núna getum við gengið til umræðina tillögu Guðmundar. Já, hún ekki reynda til umræðina því að það við getum svarað spurningum varðandi hana í atkvæðagreiðslu. Já, dagskrártillagan gerir ráð fyrir því að það sé gengið til atkvæða hana núna. Tillagan hljóðar svo og í ljósi bara þess að allir skilji þetta almennilega og sjálfsögðu svörum við spurningum þetta. En tillagan á þessa leið fer fram á að fundur kjósi fulla 11 á lista, annars verði seðill ógildur. Snýst sem sagt það að verði að merkja við 11 nöfn á listanum í
kjöri til stjórnar. Er einhver með sérstakar spurningu Hjörtur þetta? hefur beðið um Margir búin að orðið. vera með hendur á lofti. Ég ætla að fá einn mikrofón hingað. Góða fundargestir, á þess að ætla að vera neitt sérstaklega leiðilegur. Þá langar mig bara að benda á það að fundurinn greiðir alls ekkert atkvæði. Það eru einstaklingarnir, fundarmennirnir sem greiða atkvæði. Þannig að það var allavega að laga orðalagi í tillöguna þess að hún verið tæk til atkvæðagreiðslu. Já, megum við í samráði við tillögu hafa að segja fer fram á að kjósa verði fulla 11 á lista. Það er Við samþykkt. skulum ekki fara saman í ritstjórn að þessu. Merkingin er nokkuð skýr. Ég held að merkingin sé nokkuð skýr en ef þetta er eitthvað issue þá má alveg laga þetta til. Ég er lesblindur og ekkert viðkvæmur fyrir því að vera leiðréttur, sko. Gott mál. En þá eru fleiri sem að, þá liggur þetta þannig fyrir að hér er tillaga frá Guðmundi og fleirum þess efnis að það verði að merkja við 11 á seðlinum í kjöri til stjórnar til þess að hann verði gildur. Kjósa verði fulla 11 á lista, annars verði seðill ógildur. Þeir sem eru sammála gefi merki. Þeir sem á móti kunna verða. Ég sýndi svo margir. Til að þeir sem eru á móti, viljið fá fasta tölu? Afsakið frumhlaupið í mér, við skulum endurtaka atkvæðagreiðsluna. Þeir sem að samþykkja tillögu Guðmundar vinsamlegast rétt upp hönd. Takk fyrir það. Þeir sem á móti kunna að vera. Tillagan er samþykkt með 77 atkvæðum gegn 22 og þá getum við haldið áfram og farið í sjálfar kosningarnar. Eins og fyrr var sagt þá biðlum við einfaldlega til ykkar núna að hafa hraðar hendur. Fundinum mun ljúka hérna rétt rúmlega 5, sama hvar við verðum stödd í dagskránni. En núna er á dagskrá. Væri gott að fá hljóð í salinn. Var búið að laga sem sagt. Er þetta svona mörgum? Nei. Eitthvað af þessu hlýtur að vera í hérna kosningarna. Heyrðu. Var í hérna kosningarna. Mér fannst vera já, nei, segði fyrirgeðu. Byttu þeim. Heyrðu. Dragið þið þennan seðil tilbaka. Ég þarf að klára hérna seðilinn. Hafið þið fengið kjörseðil vinsamlegast skilið honum aftur til starfsmanna? Þetta er ekki rétt heldur. Byttu nú við. Þetta er eftir að taka út. Sko við þarfum að útskýra þetta nefnilega líka. Akkur er svo flókið. Aftur að við erum með útfólk hérna. Þetta er það sem ég er búin að vera vandræðast út af. Þú veist, hvernig maður útbyrður. S og A. Ég ætla að fá bara, sko, hérna, Svo
Þarf ég að fá að fara yfir þetta aðeins? Nei, sko þetta er bara brjótast í kjósið. Bára. Þannig að það er A, B, C, D, E, F á hverju, Einstaklingar, þeir fyrir að fá stafi. á hverju innan hvers seðil. Já, þau fá svona á borðinu. Þú styrkir það í þessu. Og svo er það þessu. Er þetta kjörseðil sem allir fær? Þetta er kjörseðil. Af hverju þarf þetta að vera? Þetta er nefnilega svo flókið að hafa þetta svona stóran takka. Setja okkur í bara á vandur. Jæja, þú getur fundamenn. Við megum við fá þögn. Ekki veitir af því að þetta verður ekki einfalt. Það er allt í lagi. Það er bara gaman að þið hafa hlutina flókna. Ef þeir eru útskýrðir nógu vel. Þess vegna er hún Bára hérna hjá okkur, af því að við skiljum þetta varla sjálf. Það er ekki alveg svo slæmt, en vilt þú fá orðið?
Ég held að það sé best. Komið þið sæl, að nú eru búið að hefta hérna saman fjóra seðla af því það þarf að kjósa það marga í einu og þetta voru 20 manns sem voru búin að bjóða sig fram. Nú erum búin að fella út úr þessu 2 nöfn sem voru dregin tilbaka, eða frambóð sem voru dregin tilbaka. Við þurfum að hafa þetta í þessu formi af því að það er hér innan fólk sem þarf að nota skapalón til þess að kjósa. Og það eru sem sagt 6 nöfn á hverjum seðli. Þetta var alveg yfir á 4 seðla en núna er þetta í rauninni bara 3 seðlar sem að verða því að það duttu þessum 2 út. Ok, allir með. Þannig að á seðli númer 1 þá er A, B, C, D, það er A, B, C, D, E, F. Svo heldur stafráðið áfram af því að hver frambjóðandi fær sinn staf. Er það kveikja? Ok. En kjörseðlarnir, þetta lítur ekki alveg svona einfalt. Nú voru að tala líka hún. Fyrirgefðu. En kjörseðlarnir, þetta lítur ekki alveg svona einfalt út því að svo er kjörseðl 2, það færir yfir á hann, að þá koma sem sagt næstu stafir, bara G, H, I, J, K og L, en fyrir þá sem að þurfa að nota blindraletri, þá setji ég sviga fyrir aftan A, B, C, D, E, F. Þau fá svona blað inn á borð hjá sér, sumir fá aðstoðamann og þar með fá þau réttar upplýsingar til sín. Nákvæmlega sama og er hér á kjörseðlunum. Allir sáttir við það. Svo er kjörseðl 3, kjörseðl 3 og þá höldum við bara áfram í stafrófinu fyrir þá sem er í framboði. En aftur kemur hér A, B, C, D, E, F í sviga fyrir aftan. Það er fyrir þá sem að þurfa að nota blindraletrið. Seðill númer 4 er í rauninni dottin út. Af því það voru 2 sem að hefðu farið yfir á seðil 4, þeir eru búin að færast yfir á 3 út af frambóðum sem hafa verið dregin hér tilbaka. Má ekki taka hann bara frá? Á 4. seðil? 4. Er það ekki hann sem verður ekki með? Hann verður ekki með, nei. 4. seðill er dottin út. Taka hann þá úr? Hvað segirðu? Fyrirgefðu. Fyrsti seðillinn lítur svona út. Já, það er öll nöfn inni. Það er sem sagt þannig að fyrir þá sem að þurfa ekki að nota skapalón og eru hérna. Nei, þú eru að segja það. Já, ég verði að segja fólki það. Sko, reynum við að hafa þetta svona. Til ekki skapalón. Hæ? Skapalón, það er það sem er blindur og samskiptir. Veitum nú við. Fyrirgefið, hvað er verið að spá í núna? Sko. Já. Já, það er bara því ég var að leiðrétta hérna núna í skjælinu, þú veist, þau eru komið kjörseðlana eða fá þá og þar er þetta alveg klárt. Þetta er bara því ég er núna í einhverjum hamagangi, við tók ekkert eftir þessu, byrðu ykkur bara afsökunar á því, en þetta er bara smá lagfæring sem þarf að gera. Ég ætti að vinna einhvers staðar í kjörtin. En sem sagt, aftasti seðillinn, það er seðill 4 af 4, hann er út. Þannig að allir séu með það á hreinu. Svo var sett athugasemd miðað við það sem var búið að komast að niðurstöðum þarna í upphafi, að það er þarna með rauðu sem sagt, að það megi kjósa 0 til 11, það er þá í rauninni dottið út. Eftir það sem var samþykkt hér á fundinu rétt áðan, ekki satt? Jú. Það er sem sagt þannig að þeir sem að þurfa ekki að nota skapalónið ekki og blindraletið, skapalón og blindraletur, þeir hugsa ekkert svigana sem eru fyrir aftan. Það er bara fyrri bókstafinir sem þar gilda. Og þið sjáu nöfnin? Þið sjáu nöfnin, hvaða bókstafur á við hvaða nafn. Og ég tala nú ekki ef ég hleypi einhverju mér tölvu betri í þetta. En þeir sem að þurfa að nota blindraletur og skapalónið, þeir eru þarna með merkt innan hvers seðils. Hvað er A, B, C, D innan hvers seðils. En þeir sem ekki þurfa á því að halda, noti bara fyrri bókstafaröðina. Eitthvað sem ekki skilur?
Það sem sagt þannig að fyrru bókstafarnir, það er fyrri röðin, vísar til frambjóðanda, einn bókstafur á hvern frambjóðanda. En síðan fyrir þá sem að þurfa að notast við blindraletur, þeir þurfa að sjá innbyrðisröðina inn á hverjum seðli. Þess vegna A, B, C, D í sviga fyrir þá. Þannig að þeir sem ekki nota það, þeir spái ekkert í þessa sviga, heldur bara fyrri röðina og hvernig hún tengi svo í samhengi við frambjóðendur. Sjá þetta allir. Mér finnst þetta fallegt. Já. Ég er búin að tala það. Ég var að tala rétt á það. Þetta er komið. Þú mátt skerpa á þessu. Síðan til að skerpa enn á þessu að á kjörseðlunum smá skilaboð varðandi það hver kjósandi megi merkja við 0 til 11. Það skilaboð eiga ekki lengur við af því að fundurinn samþykkti hér áðan að það þyrfti að merkja við 11 á hverjum seðli til að seðillinn væri gildur. Þannig að við biðjumst velvirðingar á því að það komi fram þarna skilaboð sem raun og röng, því að það þarf að merkja við 11 frambjóðendur á lista á fyrirgefðu seðlinum til að seðillinn teljist gildur. Bara eitt viðbót, nú þarf ég að prenta út þennan lista fyrir aðstöðu kosninguna. Þannig að þeir þurfa aðeins Við þurfum að prenta út uppfærðan lista fyrir þá sem þurfa aðstoð. Spyrja. Það kannski rétt áður en við förum í meiri áttar prentanir að bera það undir fundinn hvort að fleiri vilji bjóða sig fram. Ég gerði það reyndar fyrir þetta allt saman. Var það búið? Já. En gerum það aftur. Það ekki of seint. Svo ekki, þá þetta kjörseðillinn og það verið að prenta út hér lista fyrir þá sem að þurfa á aðstoð að halda. Og starfsmenn geta farið Nú starfsmenn að fara að deila út kjörseðlum. Þannig að þeir sem þurfa aðstoð hugið að því að það getur þurft að hinkra aðeins samkvæmt að hún kemur með útprentaðu listana. En af hverju tekum þetta bara út hér? Bara, we don't care. Ég bara, það sjá svipum. Herðu, ég trykka það á til ekki. Þá kannski rétt að, fyrst að fólk svona flest að verða komið með kjörseðla í hendur að við ítrekum það enn og aftur. Seðill ekki gildur nema að á honum sé merkt við 11 frambjóðendur. Hvorki fleiri né færri.
fjórði seðillinn hann er óður.
En við verðum að klára svo þegar umtaka. Já, Jæja, starfsmenn fundarins eru hér á sveimi með kassa fyrir þau ykkar sem eru búin að kjósa. Við skiljum vel að þetta taki tíma sinn. Erum við fyrir? Ég minni ykkur aftur á að merkja við 11 til að seðillinn verði gildur og hunsa athugasemdina sem neðst á forsíðunni. Og eins og við tókum hér fram í upphafi, þá ræður fjöldi atkvæða því hverjir eru kjörnir til 2 ára og hverjir til 1. Jæja,
ég átta maður svo flókin kostning, ég þori varla að vera að reka svona eftir ykkur. Hvernig gengur? Hvernig gengur, það sem er einhver sem á eftir að skila af sig kjörseðlunum? Og það gengur svona vel. Jú, það er hérna. Hér er kjörseðl. Ef við getum aðeins fengið þögn svo við hérna og þarna, svo að sé alveg á hreinu allir kjörseðlar komist til skila því að... Viltu kannski lyfta kjörseðlunum þínum upp? Já, það er líka. Og hérna. Svona. Er einhver sem á eftir að skila af sér kjörseðli? Vill einhver fara fram og sjá til þess að það sé enginn þar að þiggja aðstoð? Þannig að spyrja, já. Þar er verið að kjósa. Þar er verið að kjósa. Þá hingur við aðeins. En það er kannski rétt að við kynnum það bara núna, áður en lengra er haldið, að á meðan þessi talning fer fram, þá munum við taka okkur smá hlé og teygja úr okkur. Eftir að úrslitin liggja fyrir göngum við til kosningu varamanna og síðan munum við þurfa að fresta fundi og taka lagabreytingar fyrir og síðar meir inngöngu nýrra félaga. Og inngöngu nýrra félaga. Jæja, er einhver hér í salnum sem á eftir að skila kjörseðli? Getum við fengið þögn? Bara er búið að kjósa frammi. Alveg að klárast, svona eru fundarstjórar óþolinmóðir. Allir í salnum búnir að skila kjörseðlum. Og svona til að útskýra það, þá á sama hátt og hér fyrri kosningum, þá verðum við að bíða eftir úrslitum þessara kosninga áður en við göngum til kosninga varamenn, af því að það er heimilt fái fundamenn leyfi fundarins til þess að bjóða sig þá fram í næstu kosningum. Lilja, þú kannski gefur ykkur merki þegar það er búið að kjósa frammi. Komið er þá alveg á hreinu að enginn í salnum á eftir að skila af sér kjörseðli. Sá er þá að missa lestinni. Ok, þá skulum við líta á þessari kosningu sér lokið og fara með kjörgögn til talningar fólks og við verðum einfallega að taka okkur smá hlé á meðan það sinnir starfi sínu og það er kaffi frammi og við þurfum bara að taka okkur smá pásu áður en við kjósum svo varamenn, en síðan verður fundi frestað eins og Hildur kom inn á hér áðan. Ágætu fundagestir, það er alveg að koma niðurstöður. Já, er það já?
Já, ok. Er það klárt? Já, það er tilbúið. Við ætlum bara rétt að nýta tíman með við býðum að þetta eftir að sína eitt myndband hér þegar formaður fór yfir skýrslu stjórnar. Við ætlum að sína ykkur það, hún er rétt til að dreipa tíman áður en tölurna koma sem að eru skilst mér rétt og komnar. Sambýli. Myndband þetta byggir á sönnum atburðum. Kona krýpur og bjástra við sjónvarp. Kemur sér svo fyrir í sófa með fjárstreng í höndunum. Veikir. Kona kemur inn, beygir sig yfir hann og leggur hönd á öxlennar. Jæja, Greta mín, það er komin háttatími. Ég ætla bara að horfa á eina mynd, brosir. Nei, það er ekki í boði. Það er á 50-dagskvöldum, manstu. Hérna, háttaðu þig. Réttur henni náttfutt og slekkur á myndinni. Þú hækka. Greta stendur upp og fer út úr stofunni. Hún skrúfar frá baðkrana, hreinsar af sér farða með bómull við spegil. Dyrnar opnast. Hvað ertu nú að gera, Greta mín? Ég ætla bara að fara í bað. Já, nei, það er ekki baðtími núna. Svona, dríðir. Að hátta, bara soma. Ítir laust við henni og beinar henni fram. Skrúar fyrir krana. Allir eiga rétt á að ráða sínu lífi. Geturðu skrifað undir það? Skoraðu þá á stjórnvöld að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Skrifaðu undir á slóðunni 3x2.obi.is/áskorun. Tryggjum öllum jafnan rétt. Takk fyrir það. Ekki að klappa fyrir þessu. Ég skal taka það fram að eins og við töluðum áðan þá er planið að ljúka kosningum hér áður en við frestum fundi, þannig að við þegar eru komin úrslit í stjórnarkjörinu þá kjósum við varamenn en síðan verður að fresta fundi eins og við nefndum áðan og framhaldsaðalfundur verður þriðjudaginn núna næstkomandi 7.10. Klukkan 16 til 22. Ég vona fyrirgeðu. Er þetta ekki 16 til 22? Það er að segja að við höfum tíman 16 til 22, hvort sem við nýtum hann eða ekki, og það verður einmitt hér á sama stað. Ég var að reyna að tala hægt svo að leið og ég sleppti orðinu birtist talningapáll. Svo er ekki.
sami listi sem Já, ég var að tala að við getum ekki kosið varamenn. Varamenn á, en ef þeir eru á lista, þá að gera það. Já, er það ekki bara eðlilegt? Jú, það verður kosningar. Nei, þetta er ekki annar fundur. En ef að það er bara kalla varamenn sem er á lista. Já, einmitt. Verður þið ekki bara að segja? Jú, það er bara þannig. Þannig að það er sagt sko. Aðeins fleiri praktísk atriði og eins og þið kannski hafið tekið eftir þá tekur talningin töluverðan tíma, þetta er nú flókin, þannig að við erum eiginlega bara að brenna á tíma varðandi það að kjósa í varamenn áður en við frestum fundi. Þannig að við höfum tekið ákvörðun að færa það einfallega líka með öðrum dagskrárliðum fram til framhaldsaðalfundar sem verður á þriðjudaginn klukkan 4 hér. Eins og mörg ykkar hérna vorum hér saman í fyrra þegar það þurfti að fresta fundi í tvígang, við heldum 3 fundi þá. Þetta er eins og hvað varðar fulltrúa á fundunum, kannski rétt að taka það fram að þetta er þá sami fundurinn sem er frestað. Þannig að félögin eru bara með sína fulltrúa á þeim fundi, þá sömu og á þessum fundi, því að þetta er þá sami fundurinn. Það er hægt að kalla inn varamenn sem voru þá á varamennalistanum, en það er litið svo af að þetta sé sami fundur sem bara heldur áfram. Bara svona til að taka það fram. Og enn klikkar það að talningamaðurinn birtist þegar ég hætti að tala. Það er eitthvað slæmt samband þarna upp, en við getum í sjálfu sér ekkert gert nema að hingra. Það er þá verið að afstemma tölur, mögulega eitthvað komið upp. Hann er Bára, það er alltaf gott að sjá hana. En það bara svo þið vitið af því. Annað ef að þegar þið yfirgefið salinn, ætlum að biðja ykkur að skilja nafnspjöldin eftir. Það er kassi þarna á milli dyrana, það er ekki fínt að hafa hann þarna á stólnum. Þannig að það verður bara allt klárt þegar fundurinn heldur áfram á þriðjudaginn klukkan 4. Og við munum bara hingra eftir niðurstöðunni og tilkynna úrslit stjórnarmanna. Við setjum það væntanlega svo bara á heimasíðuna, er það ekki? Þannig að það verður, ef einhver hefur ekki færi á að bíða eftir því núna, þá kemur það á heimasíðuna, en varamenn verða þá kosnir á framhaldsaðalfundinum á þriðjudag. Kosningaspil, þú ekki skila þeim líka í kassanum? Jú. Segja hvað til í. Það er kannski
Það er kannski ágætt líka þegar þið skiljið af ykkur nafnspjöldunum að skila líka kosningaspjöldunum. Grænu og rauðu, miðunum. Nema þið séu svo hrifin að þeim að þið verðið að taka það með ykkur heim. Þetta er örugglega fínt að nota þetta bara heima. Gefa rauðaspjaldið ef það er eitthvað vesen. En þá verðið þið að koma með þau aftur á þriðjudag. Það er ekkert að tala meira, skilur, það er bara... Ég er ekki með spjald, ég skila auðu. Ég skila þessu bara þarna á borðið við hliðin á kassanum, bara til að einfalda okkar frábæru starfsmönnum lífið við framhaldið. En á fundinum á þriðjudag við höldum bara áfram í dagskráni þar sem frá var horfið. Þið kynnið ykkur það hvar við erum stödd. Það á eftir að kjósa varamenn í stjórn og síðan ef ég man þetta rétt eru lagabreytingar. Það er þetta kaffilið fyrst í dagskránni, við kannski fáum að sleppa því á þriðjudeginum, allavega svona snemma. En þá tökum við lagabreytingar, aðildarumsóknir, ályktanir og önnur mál ásamt með þessari kosningu varamanna sem við byrjum á. Takk fyrir fund. Komin 2 störf, bara umboðsmaður barna og krabbameinsfélagi. Ráðgjafi. Já, mér minnast að hvort það sé 50-40, 50-30, mann ekki 80% eða 100% manna. Svaka stærðfræði verkfræðingur, verkfræðingur og smiður, byggingar, tækni verkfræðingur, ég man ekki, þetta er eitthvað, hann er uppsvaka myndar. Ég veit ekki hvað hann er að vinna, hvað það er að vinna verkfræðistofu núna. Ég er bara búin að hitta hann einu sinni og það var bara svona östutt. Ég er bara með strúsa vel á hann. Tóm hann ekki. Og í Vesturbænum líka. Já, auðvitað. Þetta er alveg að koma þessi niðurstaða. Fólk getur að vilja vita hvort það sé stjórn eða ekki. Nei, ég segi fólk hérna, þú veist. Heldur betur. Já, þetta var alveg ótrúlega skemmt. Ég fór svo klukkan 11 í gærkvöldi, eins og rúmlega 3. Og ég stillti símann minn og ég ákvað að hafa hann inni á náttborðinu hjá mér. Ég er alltaf símann bara inn í eldhúsi og hann hringir þar. Við höfum alltaf símann okkar þar, þannig við vöknum bara og löpum frá í eldhús. Við sofum ekki með tækið inn eða nema hvað. Ég ákvað að gera það með mig sem hann inn hjá mér við ykkur flug og svona. Og ég var inn hjá mér og leta hringja 6:30 þegar ég ætla að góða morgun stund og svona og róa mig svolítið. Ég vakna ekki við símann. Ég vakna 8:30. Í hendingskasti í paník. Ég fór fyrir sturtu, í fötin, út, niðri upp í, úr skónum, leit ganginn, tölvunni samband, prenti þess að ég ætla að með mér. Ég ætla sko að vera búin að laga einhverja frambúsröðu, ég veit hvað því, ég ætla ekki að nefna. Heyrðu, og hérna, og Sigg hann er þar og ég bara ómála eitthvað, ég bara hvað er það? Hún er hérna, hvað er bara með mér bílnum, svo ég kom líka bara hálf eitthvað, ríkir og
klósett Sigurðanna, ríkur á klósett. Það mála mig þegar úr jakkanum, ógsta sveitt og mála það að gera hárið og svona. Og hérna, svo þegar ég lappa út á klóstinu, þá já. Svo ég lappa út á klóstinu hérna, þá Maríu Hauks að þreifa fyrir sig sko hvernig að kalla klóstinu. Hún að þreifa og skipti mig á hurðinni, ég geng og flasaði á henni. Og ég bara, hvað, hérna, já Maríu, hæ, gerðu þetta vennaklóstinu? Ég leið, já, það er það. Og ég leið, nei, þetta er kallaklóstinu. Líka margar. Já, en hún var samt búin að finna út að þetta væri ekki, þú veist, hún var búin að finna út að þetta væri kallaklóstinu, en það er ég sem var fór, þú veist, það fundust svört sólglerugu hérna á borðinu. Ef einhver kannast við þau, þá eru þau hérna hjá Lilju eins og er. Sólglerugu.
Jæja, þetta er komið, það kom upp vill á þetta rekja en hafðist allt á endanum, ekki einföld talning svo sem en það hafðist. Alls voru greidd talin 106 atkvæði, af þeim voru 103 gild, auðir seðlar 2 og ógildir 1. Atkvæði féllu þannig í bara, hvað segir maður, í þeirri röð bara þessum fengu flest atkvæði. Lesa þau upp í réttri röð? Já. Flest atkvæði hlaut Svava Aradóttir, þar á eftir Svavar Kjarval Lúthersson, Maggi Hrönn Hermannsdóttir, viljið tölur? Ok. Svava Aradóttir hlaut 78,64% greiddra atkvæða eða 81. Svavar Kjarval Lúthersson hlaut 80 atkvæði, Maggi Hrönn Hermannsdóttir 78, Árni Heimir Ingimundarson 77 atkvæði. Þessi 4 teljast því rétt kjörnir fulltrúar til 2 ára. Og við höldum áfram. Erna Arngrímsdóttir 76 atkvæði, Kristín Björnsdóttir 76 atkvæði. Fyrirgefðu, við förum bara hægar yfir. Erna Arngrímsdóttir 76 atkvæði, Kristín Björnsdóttir 76 atkvæði, Daniel Ómar Viggósson 72, Ægir Lúðvíksson 65, Garðar Sverrisson 64, Karl Þorsteinsson 63 og Emil Thórótsen 62. Þau sem að hér hafa lesin upp teljast í rétt gildir fulltrúar í stjórn ÖBÍ. Þau 4 fyrstu, Svava Aradóttir, Svavar Kjarval Lúthersson, Maggi Hrönn Hermannsdóttir og Árni Heimir Ingimundarson til 2 ára, hin til 1 árs. Þessar tölur verða sjálfsögðu allar birtar, það að segja úrslitin á heimasíðunni, en svona þetta eru þeir 11 efstu í kjörinu. Svo getum við lesið allar tölur. Ég vildi bara fá það að reynda núna þetta væru kjörnir fulltrúar. Er alveg samþykki fyrir því að lesa allt upp? Ertu viss um það? Er það? Hver í neðsta sæti? Er það eitthvað svona fólk? Ja.
Já, ég takk. Það getur verið viðkvæmt. Síðan skulum við bara lesa þá sem koma á eftir. Við skulum bara sleppa hérna, við ekki bara sleppa tölunum. Sleppum bara atkvæðafjöldanum. Þeir sem á eftir koma í réttri röð eru Snævar Ívarsson, Íris Árnadóttir, Arnþrúður Karlsdóttir, fyrirgefðu. Snævar Ívarsson, Íris Árnadóttir, Arnþrúður Karlsdóttir, Þórir Steingrímsson, Friðgeir Þ. Jóhannesson, Frímann Sigurnýjason og Gísli Helgason. Þá liggur þetta fyrir. Fulltrúar í stjórn ÖBÍ til 2 ára eru Svava Aradóttir, Svavar Kjarval Lúthersson, Maggi Hrönn Hermannsdóttir og Árni Heimir Ingimundarson. Fulltrúar í stjórninni til 1 árs eru Erna Arngrímsdóttir, Kristín Björnsdóttir, Daniel Ómar Viggósson, Ægir Lúðvíksson, Garðar Sverrisson, Karl Þorsteinsson og Emil Thoroddsen. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi annað en að þakka bara fyrir daginn og við sjáumst hress og kát á þriðjudaginn klukkan 16 hér. Klukkan 16 hérna. Takk fyrir daginn.